velkomin að Rauða borðinu á laugardagsmorgni. Þá höfum við það sem við köllum helgispjall. Fáum gest til okkar sem að segir frá sér og leyfir okkur að spegla okkur í viðkomandi. Og hingað er komin Örn Guðmundsson. Hæ. Kallaði Múkisson. Já. Þú varst ekki kallaði Múkisson, þú varst lítill. Nei, þetta fættist, þetta nafn sko kom eiginlega í Malasíu. Pabbi mig bjóð þar. Hann er kallaði Muggi. Já. Ég veit ekki hversu stutta útgáfu ég get gefið þér, en þá allan var það þannig ég kíkti á hann, ég var í námi í Bretlandi og ákvað að kíkja á hann í jólafríinu og hann fóð með mig hringinn í kringum eyjarnar á 3 vikum og við vorum að syngja í karaoke og svona á kvöldin og skemmta okkur og hann var orðinn nokkuð þekktur, hann var að vinna þarna við nokkrum bæjum sem við heimsóttum var hann greinilega nafn á karaoke stöðum enda mikill stuðmaður og og stundum að segja sko var okkur búið ókeypis vín ef hann skildi halda áfram að syngja hann er skemmtilegur Þannig að það er góður hann var það góður og líka kontrast við Malasíubúan stór kall með djúpa rödd sem er í landstæðin við lokalinn þannig að þetta var spennandi til því líka og hann var að syngja svona 80s snild, Whitney Houston í þessum stíl og var að gegja músík þannig að en svo þegar hann þurfti að fara að taka pissupásur að kynnta mér og sonur minn og þá fór lókallinn að kalla mig Múkisson og mér var svo farið fram að því eða í mörg ár allan þá stemdi ég ekkert að ég að vera söngur heldur ætlaði að gera svona instrumental músík eins og fyrsta plata mín er eiginlega minna instrumental og en mér fannst fallegt að fæðast sem söngvari á 3 vikna fyllirí með pappa mínum í Malasíu. Og það er eiginlega Múkisson sem er að syngja, sá sem fættist þar. Ígilega sko, það er sviðsnafn. En þannig ertu orðin, ekki rígfullorðin, en þú ert orðin fullorðin? Já, ég er 20 og eitthvað, 23, 4 kannski, sennilega 23. En núna kallar fólk þig Múkisson? Já, svo tók þetta bara yfir. Svo byrjaði, svo gaf ég út, nokkrum árum seinna gaf ég út plötu og það sló eitt lag í gegn af henni og þá byrjaði allir að kalla mig bara Múkisson. Fyrst fólk sem ég þekkti ekki og svo bara allt í henni breyttist það. Nú, fólk sem áður hafði þekkt þig sem já, ég verið yfirleitt kallaður Öddi, já. En svo er það nú eiginlega bara mamma og Rúna og pappi sem og strákarnir mínir og núna er eiginlega skrítið finnst mér þegar menn að segja Öddi það sé þess að þau eru að þéra þig já, eins og við segjum ættum að vera nánari einhvern veginn já, eins og kalla Bob Dylan Bobby já, nákvæmlega og það er alltaf fyndið þannig að menn kom í glasi Öddi og maður svona byrju, fendust við saman nei, ég hef aldrei talað við aður blessaður of langt gengin kumpanaskapur en kumpanaskapur er nú eitthvað sem að ósar af þér já, svona kjærneskur kumpanaskapur geggja eins og að geta verið heima með sér í karaoke í Malaví já, einmitt já, kumpanaskapurinn ég er bara sveitakall en það er stundum sagt fjórðungi breiður til nafns fjórðungi breiður til nafns það er svona gamalt fjórðungi breiður til föður og fjórðungi til móður fjórðungi til fósturs svona fyrir þá sem maður voru aldrei uppi á ömmu eða einhverjum annar þar og svo fjórðungi til nafns það er nú tengt í að maður er nefndur eftir einhverjum og þá fylgir það manni að maður reynir að uppfylla það einmitt Múkisson, hann er náttúrulega eitthvað fyrirbrigði sem að byrja að fæðist þarna í Malaví og sumuleyti er þetta umskipti frá Ödda yfir í Múkisson jú, þetta er endurfæðing já, algjörlega jú, þetta maður gengur í ýmis hlutverk ég heiti Örn Guðmundsson Örn er afi minn
skírður honum og ég var lengi elst, ég var næst elsta barnabadnið hans, svo var ég elsta barnabadnið þegar frændi minn dó og mikill afakall, þannig ég gekk alveg inn í það nafn líka, langaði að vera alveg eins og afi minn og gerði allt til þess að vera í sveitir eða fara með honum á Þingvöll, hann átti lítinn bústað sem var alltaf að byggja á Þingvöllum og gaman að fara með honum þangað og fá helgar og svona, þannig að ég held ég alveg gengið inn í það nafn eins langt og ég gat og svo svona þetta popparadæmi að detta inn í Múkisson-nafnið á þessum tíma sko var maður að hlusta hérna í kringum 2000 þá var maður að hlusta á alls konar músík og ég var í hljóðupptökunámi í London á þessum tíma þegar ég ákveða gangin í þetta nafn og þá voru fólk sem ég var að fíla í botn voru sum kannski með ekki bara 1 nafn, heldur 5 nöfn eða eitthvað og maður sem var svona mentorinn minn sem ég var mjög heppinn að kynnast í London maður sem ég heiti Matthew Herbert og ég sko, hann vann með Björk á plötu, þannig fann ég nafnið og uppalega og svo fór maður að tékka á honum og svo fór maður að tékka á fólki kringum hann þannig maður datt inn í svona þann straum og fór að elska þá músík sem var svona rafmagnsmúsík í London á þess tíma og þannig ég var sko, og hann gaf út, þú veist, það var Rocket Boy eða eitthvað, eða Rocket Man Wish Mountain svo undir eigin nafni Matthew Herbert og ég held að hann hafi verið ábygglega með svona 5-6 nöfn sem var svona, og það fyrir leikmann þá kannski var ég músíkin ekki rosalega en okkur var það þá með undir en fyrir okkur sem vorum inn í músíkin hans þá sáum við þetta gat ekki verið hinn já, við vissum alltaf hver á hvað þessi stíl en þú veist, ég þarf að veðja ef mamma mín myndi hlusta á þetta eða þú þá myndi ekki heyra mikið mun en allavega, þannig að mér fannst hann var mentorum minn og ég aðdáandi hans og svo var líka annar gæi sem heiti Bonnie Prince Billy sem maður dýrkaði á þessum tíma og hann heitir Will Oldham þannig að mér, þú veist og svo náttúrulega í sögunni líka, þú veist allir þessi popparar sem að taka sér upp nafn og gangi inn í nafnið og en Múki svona þarna fyrsta nafnið af mörgum sem að þú ætlaðir að taka svo bara kom ekki meira já, akkurat, já, svo eiginlega datt þetta úr tísku skilur svo hætti maður að elta þessa tónlistastefnu og fór í ykkur aðra músík og þar voru allir þá tíma sá ég eftir þessu að því að eins og í sko þessum fólkbransa eða veist sem er svona fólkmúsík eða svona þjóðlega músík þar gengur svo mikið það er svolítið svona eins og réttrúnaða kirkjan svolítið nátengt svona trúasöfnum þú veist, þú verður að vera svo rosalega alvöru orginal já, ekki bara orginal, þú verður að spila á gítar sem er þú veist, allavega 70 ára gamall svona eins og Trigger hjá Willie Nelson já, og þú veist og það eru mjög strangar hefðir og máttu eiginlega ekki syngja annað en að sem að bara tengist þínu lífi já, þú verður að vera svakalega þú mátt ekki skrifa ímyndað ástasorg og skrifa þína eigin ástasorg já, og það er engin skálskapur í boði sko. eins og er í rappinu, þar leyfa menn sér að heita fyrirlega nöfnum sko. já, það verður gaman Ertu inn í rappi? Nei, ég er svo gamall að þegar sá strætó kom og svo ég leiði þessum að vara bara. Já, einmitt. Ég þarf ekki að stökka upp í alla strætó. Nei, maður þarf ekki að taka alla strætó hana. Nei, einmitt. Já, ég er líka ekki nógu mikið inn í rappi en mér er oft gaman að hlusta á það. Það er verið að fjalla eigin líf og eigin reynslu. Jú, en það er svolítið uppblásið allan það sem ég þekki til. Þá er þetta svona ég sko allan að ég leikmaður í rappið þannig að Guðanabænum ekki krossast að mig ef ég er að móðga eitthvað en þannig að ég sko eins og mín kynslóð sem að gekk inn í svona meðvitund þar sem að menn töluðu sér niður og þú áttir að vera eins og sko vinsastu lögin á sumrin ég man eftir sumar það sem maður hlustaði ekki á neitt annað en lag sem heitir I'm a Loser með Beck svo kom Nirvana
Nevermind og og það var allt svolítið þannig sé skuggalegt efni að tala mann niður og ekkert skiptir máli og svona og heimurinn ógeðslegur og ég átt hugsað til þess eins og í dag ég á stráka sem eru 19 og 20 ára og allan þetta rapp sem hefur í gangi það aðeins meira sjálfeflandi heldur en það sem ég var að hlusta og kannski að köflum aðeins og kokki bara og mikið tala peninga og svolítið kvartaði því þessi og kokki sko. Já, ég meina þetta náttúrulega ég á alveg grasa peningum og hellingum og já, ég meikað og ég flottur og bara sorry þú já, þetta stælgæja dótari sko já, ég ekki kafa djúpt inn í þetta en mér finnst samt, það eitthvað aðeins meira jákvæðar heldur En country, hlustar á það, þessar sögur sem verið að segja þar? Já, ég elska sögur og Þú yrkir náttúrulega inn í þessa country hefur, þú ert að skrifa svona raunverulega, eða þú veist, tengir það við raunveruleikunum. Já. Sagt svona í countryinu að þá verður þau fyrir ástarsorg í Bíldudal. Og það Bíldudalur, sko. Það ekki bara eitthvað svona ímyndaður staður. Nei, einmitt. Það verður að vera eitthvað svona skírskotun í því og hún heitir Merry sem að sögðu. Já. Já, ég hef alveg gert það, hellinga því. En þú veist, en yfirleitt náttúrulega er maður að vinna, maður fær einhverja hugmynd og svo mótast þetta, það mér veist, frekar eins og að það detti inn úr raunveruleikanum. Element þú veist, ég eitthvað dæmi til dæmis kannski mitt frægasta lag Stingum af þá ég komið með svona hljómagang sem ég fannst vera juicy og langaði að vinna eitthvað inn í og á sama tíma frænka mín, Gunna frænka mín hún deyr og ég var í sveiti á henni í Mývatnssveit en ég fer í jarðarförina hennar fyrir norðan og ég var í sveiti á henni þegar ég var 6, 7, 8 ára svoleiðis og strákarnir mínu voru á þessum aldri þannig að ég fer í jarðarförina og fer í Reykjahlíð og horfa á túnin, hún átti þessi tún Reykjahlíð 1, beint úr kirkjunni og þá finnum maður samsvörun börnin mín, ég sem barn og hausinn fyrir þangað og svo segir Bjarni skáfrændi minn þegar ég labba út úr kirkjunni og maður búinn að vera að hugsa þetta og meðan við erum að kveðja hann í kirkjunni og ég ekkert að hugsa að semja lag en lagið var í mér samt því áður en laða stað, þú veist, það var það sem ég var að hugsa en ekki komin norður og Bjarni frændi segir við mig þegar hún komin út í garð og segir hann, ég gengst við því og ég skildi ekki hvað hann var að tala og þá spurði ég, gengstu við hverju? Ég gengst við Andvökubjart og þá hafði hann sagt hann var svona laumuskáld og á ættamóti því ég var kannski 12 ára eitthvað svoleiðis þá var huldumaður sem orti ljóð alla í ættinni og svo var það sungið við hefðbundilög, svona skemmtilegt hrikalega skemmtilegt og við dreift blöðum við sungum og í einu ljóðinu var orðið Andvökubjart og ég spurði allavega ég áhuga maður ljóð þótt ég hafi verið ungur og ég spurði alltaf hver samt þetta, hver huldumaðurinn og ég man ekki hvort það var pabbi eða einhver sagði, nei, það örugglega Bjarni hann alltaf, hann er svo klár og þannig ég var kannski, ég veit ekki hvort ég var leiðilegur en ég var bara barn sem langaði að vita eitthvað og spurði hann alla helgina, átt þú þetta orð ég hef aldrei séð þetta orð og hann nei, ég veit ekkert og leik þann leik og svo ég veit ekki hvað 20 árum setna í þessari jarðarför þá kemur hann tíminn og segir þetta, ég gengst við þessu og svo því ég spurði hann, ég veit ekki hver þetta gangast og þá segir hann Andvökubjart og þá var fyrsta línan komin það Andvökubjart, opnar lagið og mér finnst það bara og þá einhvers konar mynd komin og svo maður með hausinn við strákana mína og mig sem strák og þessa sveit og svo fer ég heim vestur og þetta bara púslast saman það ekki eins og þannig að sko
maður sér þetta í svona myndum með þannig og það sem í kringum hann og þú veist og svo kannski á endan svo var ég alveg heilt ár og annars slægi að kíkja aðeins og laga þetta og svona þannig að það mótast hægt og rólega en jú, maður tósar inn úr lífin sínu en það kannski ekki alltaf kærastan á Bíldudal en það kokkast inn það sem í kringum hann þú ert með gítarinn með þér já og þú talar svo lengi þetta lag já, stingum af já, tökum ég þarf að stilla hann, ég mjög snöggur það þykir alltaf svona kyrrðarstund þegar symfónían að stilla sig já, það kemur alltaf sami hljómurinn frá óbóinu og svo tekur konsertmeistarann upp og svo breiðist þetta svona út já, ég veit, það oft bestu mómentin það oft bestu mómentin bestu stundum, já, ég segja að það gerist þetta sé besta tónverkið á tónleikunum en það ekki oft það fylgir eitthvað gott á eftir það skemmtilegast, þetta hreinsandi hljómur allir nærrið því í sama tón þá stilla líka áheyrendur sig í þetta allir tilbúnir, þetta búið máli, ég stilli gítarinn átt í eitthvað rugl það sagði mér maður daginn hafi farið á tónleika Chris Kristofferson sem hafi komið hingað án þess að vera með gítar keypt sér gítar og hafi verið að spila og aldrei náð að stilla hann alla tónleikana ég man ekki hvert tónleikarnir voru í Laugardalsvelli einhvers staðar fórstu á það tónleika? Nei, en ég heyrði að þessu hann dó daginn já, geggjaður gæi alveg ótrúlega flott lög og texta sérstaklega fyrst á ferlinum já, það var alveg kúriki sko já, en ég verið að hlusta á hann svona eldri já og það eins og að svona músíkin fjæri úr honum hann á erfitt með að syngja og hann næri ekki því sem að til dæmis Johnny Cash náði og margir það var eins og að músíkin hefði vatnast úr honum það gerist náttúrulega eins og gerist til þess með sumir leikara ná að leika gamlir en sumir bara náði ekki og einhver leiti, það var eitthvað við Chris Kristofferson sem var þannig já þetta er ég meina eins og lífaldur popparans hann kannski svona 3 ár svo ranka 90% við sér og fara aftur í háskólan og klára þetta og verða manneskjur svo það bara nokkri sem hanga áfram á okkur skrítinni seglu sko. Sumir eru bara kópir að sjálfa sig linnulaust eins og voru í þessu 3 ár en aðrir ná að breytast með og það er náttúrulega það er erfitt að breytast það vilja allir náttúrulega það er náttúrulega verða svona mjög sérstakir listamenn sem að gera það já, en það er ég man það var gæi fyrir vestan sem að Halldór Hermanns, algjör meistari vinur minn, hann dáið núna hann var alltaf búið að drífa þig vera duglegur að vinna þetta deyr allt það deyr allt í mönnum fertugt það kemur ekkert nema leiðindi eftir fertugt hjá sérstaklega poppurum en svo raukst þetta líka að vera líka tónskáldin þetta öll leiðileg eftir fertugt og ég trúði honum að því hann er svolítið eins og galdrakall en svo var ég náttúrulega að hætta trú honum ég var fertugur við skulum en þú skalt spila lag ég spila þetta fyrir þig viltu all lagið eða bara hálft kannski byrjum allan á helming Það andvöku bjart himinn kvöld sólar skart finnum læk litla laut tínum grös sjóðum graut finnum læk litla laut tínum grös sjóðum graut finnum göldróttan hval og fyndin sel í smádal já lækjanir lítill foss skeinu sár mömmu koss lækjanir lítill foss skeinu sár mömmu koss stingum af í spegilsléttan fjörð
Já, stingum af smá fjölskyldu hjörð sem fjúka barna ár út í loft, út á sjó. Verðmæt gleði tár, elli ró, 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 ró. Ég held að hálft sé málið. Frábært. Herðu, þú ert að syngja þetta, hvað er þetta búin að syngja þetta oft? Alltaf. Hvað er þetta búin að syngja oft? Mörg, 1000 sinnum held ég. Já. Af því að, þú veist, þetta er bæði lag til, sko, ykkur, en síðan verður það til í hvers skipti. Já. Er það alltaf einhverju leyti nýtt fyrir þér, eða? Já. Hvernig stendur á því? Að setja endurtaka, já, en aldrei verður eins. Það er eitthvað við músík, ég skil þetta ekki alveg. En ég finn allir, sko, ef maður er að spila eitt sérstaklega, og þarf maður að segja sögur, kannski á 3-4 laga fresti, til þess að gefa fólki aðeins pásu á svo glamri og svona. Og þannig að lögin lifna aðeins betur við, ef maður spilar of lengi einu á svona sitjandi tónleikum allavega. En það er magnað þegar maður segir sögur, sko, og svo segir maður sögur kannski 2 ára eða eitthvað, að þá líður manni eins og maður sé loddari á seinna árinu. Maður finnst eins og fólk sé að koma aftur að heyra sömu söguna og bara eins og maður sé fyllibita og að röfla. En það er eitthvað við músíkina, maður getur alltaf spilað og það er eitthvað nýtt í henni og eins og þetta lag, þetta er mitt besta lag, ég finn það alltaf. Ég er svo ánægð með það. Maður bara heppinn og það er eitthvað við það, maður fer bara beint þarna út í sveit einhvern í sjálftastrákarna mína og þetta er svona utopía. Það eru aldrei alveg eins í þessum sér. Nei, og ég hef alveg, sko, ég man í fyrra, ég held að það hefur í fyrra, þá var ég að spila á Stokkseyri ég var að spila Stokkseyri, sá nú eitthvað illa nóttina, sko, áður, þannig ég var pínu ringlaður þennan dag. En ég mani með þetta, ég glemdi hluta hljómagangnum. Og ég hugsaði, er ég komið með Alzheimer? Og að því að ég er búin að spila þetta, ég veit ekkert, þetta bara gerist. Og ég hef ekki hugsað þetta lag í mörg ár. Svo allt í einu efaðist ég. Þannig fyrir framan 100 manns eða eitthvað. Og ég gat ekki fyrir mitt litla líf, sko, munað hvað ætti að koma næst. Að því ég var orðinn hræddur. En samt lag sem að ég spila það er 1000 sinnum eða 2000 sinnum eða eitthvað. Og er þetta þá til þess að gera þetta vel að þá þarf maður að vera í svona the flow eða eitthvað neginn, þar sem þú ert eiginlega ekki að hugsa of mikið. Já, er það þannig? Það er náttúrulega best. Það er ekki gott að hafa svona kall í hausnum svona að segja, já, það er aðeins neðar hérna, aðeins settur svona, getur ekki sett aðeins mér í rasp í röddina þína hérna. Það er ekki gott að hafa hann með sér þannig. Nei. Þannig að kemur þetta bara ekki það. Já, ég veist, stundum mitt, mann langar allan alltaf að hverfa inn í þetta flæði, en stundum er það ekkert í boði og þá reynir maður að trista á vöðaminnið, og oft duga það, en svo þegar maður er orðinn meðvitaðar þá fer oft eitthvað. En þetta tónlist er hérna plötur og sem er svona skrásetning af einhverju. Það voru nefna hann að symfóníutónleika þegar symfóníin er að stilla sig. Það sem gerðist þegar LP-platan kom, þá var þetta að vera með konserta og symfóníur í einu, áður þetta var bara 78 snúninga. Og þá hetjurnar voru óperusöngara sem voru með aríur sem að pössuðu í 78. Síðan kom LP. Og þá allt í einu breytist sko áhverjandahópurinn sem mætir á tónleika. Hann var búin að hlusta á þetta allt saman áður, sem var ekki til áður, og fór að bera saman, ég minni nú Askinasi hafi nú spilað þetta svona aðeins fastara þarna, og allt í einu verða allir svona sérfræðingar. Og þá, einhver leiti þá er svo lokast fyrir þetta flæði sem er. Já, þetta gangi inn í. Þannig að því að tónlistin er eiginlega hvort tveggja, hún er bæði eitthvað sem var skráð og til og við þekkjum en svo er hún náttúrulega
töfrar augnabliksins Já. og á góðum tónleikum að þegar maður upplifir það að kannski einleikarinn bara að spila fyrir mig einhvern veginn og ég bara alveg inn í því og mér finnst þess að hann sé að semja þetta bara á staðnum. Já. Að þá verður til eitthvað stórkostlegir galdrar Já. sem að hitt getur aldrei staðið samanburð við. Nei. En samt erum við meira þar í lífinu. Já. Já, ég meina það var einhver rannsókn, eða veist svona rannsókn hljómar eða eitthvað alveg það var einhver úttekt og hann það var verið að reyna það var spurt, þú veist, fólk hvað, viltu sjá það sama eða viltu eitthvað nýtt? Já. Og fólk svarar það vill nýtt. En svo með einhverjum klækindum þá komur samt þessi rannsakendur eða hvað það var að því að sko fólk vill ekkert nýtt og var búin til ykkur jafna að það vill 90% eitthvað sem það þekkir og svo verður samt að vera ykkur vingill á því sem spennandi eða það sem þeim finnst að vera nýtt og mér finnst það áhugavert og ég finn það alveg ef ég til dæmis ég reyni ég vil taka eitthvað eitt nýtt lag á hverjum tónleikum. Það kótinn? Það já, mér finnst það stundum vera rúmlega kvótið, það fyrir náttúrulega eftir hversu gott lagið það í rauninni fyrir fólk en og ég veit að líka sem áhorfandi það leiðilegt að sitja undir sko í langan tíma einhverja, þú veist það sem að listamaðurinn einhvern veginn bara fyrir sjálfan sig en líka sem bara ókunnugt fyrir já, og ég það sem ókunnugt maður vill einhvern ákveðin kunnuleika en maður vill líka einmitt og ég las þessa greina hvað það var að þá hugsa ég þetta passar allan að miða við mína upplifun og bæði sem áhorfanda og sem spilara að maður tekur ómikið nýtt sko, maður finnur það, maður sér það líka bara á fólki maður að spila og bara nú er ég búin að ganga á land nú er bara að drífa mig, taka stingum af núna bara 1, 2 og 3 það ná fólkinu aftur já. En það náttúrulega einhver leiti að ég nefndi þetta sem kunnuleika að fólk sé heima í því sem þú ert að gera eða þú ert svona öðruvísi spennt á þeir eyrun og þú ert að hlusta á eitthvað nýtt Já. En við í blaðamennsku við höfum glímt við þetta það voru stundum í kannada þegar ég var ritstjóri og voru að gera svona kannanir hvað lesendur vildu kom svona vildu umfjöllun þetta og hitt Já. Ég hendi svo alltaf hvaða rugl þetta sem fólk vill bara komdu mér á óvart í Guðsbænum komdu mér á óvart það sem fólki lesendurnir að segja við okkur segðu mér eitthvað nýtt þú veist, það en ég var ekki kannski alveg að meina að maður geti brotið upp formið endalaust það þetta tvennt sem að ef maður gerir eitthvað sem að þægilegt fyrir okkur og við rötum og upplifum okkur heima að einhver leiti vitum við að það kannski dauðin á endanum. Já. Það rétt. Já. Einmitt. Finnst þér að einmitt hafa breyst? Mér finnst það hafa breyst þarna einmitt þetta náttúrulega landslagið ykkar blaðamanna. Það bara farið. Já, ég hefur ekki bara stökkbreyst eins og hjá okkur. Það bara plötu gefnur út og það ekki blöðu gefin út og tekjustreymin sem áður hélt uppi ykkur í svona kultúr bara farið og þá fara menn bara út á eyðimörkina og reyna að finna eitthvað sko. Ég minn eins og hjá okkur, það náttúrulega hvarf allt inn í streymið en að mörguleiti, eða eiginlega ölluleiti stækkaði tónleikamarkaðurinn. Þannig að má eiginlega segja að þessi góma peningur sem var í útgáfu fór bara yfir í tónleikamarkaðinn. Og jafnvel orðin stærri heldur en diskamarkaðurinn var nokkuð tíma. Já, en hann líka þannig að það kunnuleika, þú sér það til dæmis erlendir tónlistamenn sem koma hingað, það eru svona þeir sem voru vinsælir þegar fólki sem núna 60 var 18 ára. Já. Það kannski, það var gaman að fá okkar rannsókn að þessu. Það var eitthvað sem dundaði sig við þetta, reiknaði út aldurinn, hvernig þau slegið í gegn og þetta var niðurst. Já, einmitt. Man ekki hvort það var Arnar Eggert. Þetta fólk til í að borga þennan 20-30 skall fyrir miðan. Fólk sem með börn heima í ykkur basli, það hefur ekki gefnað þessu. Nei, það fyrir bara að standa upp og í karaoke. Herðu, þú ert að flytja í bæinn. Já. Eins og sagt reyndar ekki til Reykjavíkur. Nei, ég svona millistof. Já, eins og landsbyggðar fólk gerir oft, fyrir ekki alveg til Reykjavíkur. Nei, það má ekki. En þetta ekki, þú ert svo tengdur Ísafirði?
Já. Akkur þetta lítið í bæinn? Sko, ég veit ekki, strákarnir mín orðnir 19 og 20 ára og mjög lengi langa að búa hérna. Það er náttúrulega vinn mikið hér. Ég myndi segja 80-90% af minni vinnu. Þetta er náttúrulega bara hlutvelli hvar fólk er og ég var lengi vel gisti ég bara í sendibíl í Laugardalnum ég var að koma henni í bæinn eða hjá vinum ættingjum og stundum á hótelir líka og þannig að það var svolítið snúið þegar maður að koma í bæinn til þess að skemmta og þá var það svona þótt að það hafi verið eitthvað bara helgi en þá það, ég myndi ekki segja endilega lýjandi en það var eitthvað þreytandi við það, þú veist, maður er búin að gera þetta í 20 ár að rúnda í einhverja 5, 6, 7 tíma stundum á veturnar fram, eða þú veist, hingað í bæinn og þú veist að keyra þegar ekki hægt að stóla á flugið? Nei, það er aldrei hægt að stóla á flugið og líka bara, þú veist, græjur og drast sem maður er með sér og svo er maður að skemmta kannski 5. föstudag, laugardag og svo er maður allan sunnudaginn að keyra tilbaka og sko, ég kann vel við að keyra og það var ekki eins og mér líði illa en það er eitthvað lýjandi við það samt þannig að oft var ég að það væri gaman að ef maður væri á svæðinu þá getur maður gert meira af þessu og svo er líka sko, hér er svo mikið af músiköndum sem ég vinn með þannig að ég finn það einmitt, ég er búin að eiga svona, þetta er svona pingulítið hús í aðri Mosfellsbæjar og við erum búin að eiga það í 3 ár og búin að gera það svona hægt og rólega upp og það er eitthvað algjör lúxus að geta hringt í vin sem að sagt, getur komið á eftir eða morgun í 3-4 tíma aðeins, tökum aðeins upp og leikum okkur, fáum okkur svo að borða fyrir svo í bíó eða eitthvað en áður þetta bara klára eitthvað ákveðin bunkaefni bóka stúdíó bóka ákveðin marga ekkert spontant svona já, þetta var svona það var svolítið svona Excel-skjalalegt eitthvað en þetta er algjör draumur þú veist að taka upp í smá stund og fá sér ís og það er ekki einhvern veginn allt í veði þú veist, eitthvað stúdíó sem maður þarf að borga hljóðmaður sem maður þarf að borga og þetta allan ég er virkilega ánægður að við kildum að kaupa þetta hús fyrir nokkrum árum En fólkið þetta, það er glatt með að flytja í bæinn? Ég bara, já, ég veit að Rúna er mjög spennt, kona mín við erum alltaf búin að vera eiginlega meira og minna fyrir vestan bara í til 20 ára eða eitthvað og þannig að ég veit að hún er spennt og strákarnir eru svona smáspentir en ég veit að það er erfitt að þú veist á þessum aldri að eiga á því vinahópurinn allt og yngri gæinn er komin í bæinn og farin að vinna og stendur þessu stórkostlega og eldri gæinn, Dýri, hann er ætlar að taka ári í viðbót í menntaskólanum í stálsmiðinni þannig að hann fær að vera hjá afa Mugga í vetur sem að ég veit að verður algjör snild þeir eru mjög líkir og báðir mitt svona algjör stuðmenn þannig að ég held að þetta sé jákvæð svona, hvað kallar fólk þetta? Jákvæð umbreyting, já, það er orðið Hérna, sonuðin verður hjá pappaðinum þú varst að tala um afaðinn en mikil hérna ást og ánægja sem gengur niður karlleginn hjá ykkur kannski tala maður meira um það svo eru nú konurnar sterkari en ég verða það sem að þú talar vel um afaðinn og pappaðinn já, það er einmitt og finnst sonuðin vera vel geymdur hjá já, ég held að þeir hafi báður eitthvað að gefa hvort öðrum sem að ég ætla að koma í ljós en jú svo er náttúrulega amma Dóra hjá afa Mugga veit ekki, kannski þetta er eitthvað kallagt maður er alltaf að tala um kallana maður er náttúrulega kall sjálfur já hérna, af því að ég varst að tala um kostina við að flytja í bæinn en þú varst náttúrulega í 20 ár eða þið já á Ísafirði sko við vorum í Súðavík sem er hliðin á Ísafirði
sem bærinn hennar Rúnu. Voru meira og minna þar kannski svona 16-17 ár. Og svo fluttum við yfir á Ísafirði COVID-inu. Þegar strákarnir voru að fara að byrja í menntaskóla. Hvar bygguðu í Súðvík? Bara, heiti Víkugata 5. Það er ekki margar götur? Nei, það er ekki margar götur. Það er bara við sjóin eiginlega, við veginn. Ég var einn vetur í Súðvík. Í alvöru? Hvað varst að gera þar? Ég var bara að vinna á Frosta, hérna. Það var það Kristhúsið. Það er ekki ráð tengdafólki með, Lilju Kjartans og Ég þetta að fá svona mynd og svona með, ég þvældi svo mikið og svona og ég, hérna þegar fólk heilsa mér í stræt og svona þá þarf ég alveg að fletta, sko. Ég er ekki mannglöggur, sko. Súðavík En ég vissum að ég var þarna, hvað ætli það verið gamall? Ég hef verið svona 78, 79. Það passar. Og ertu hvað, 50 Mér finnst það dásalegt að vera í Súðavík. 50 hvað módel ertu? Ég er 61. Já. Þú ert svona ungur. Ég er svo ungur, takk fyrir það. Nei, ég veit að tengdafóreldrar mínir sko eru 56. Þannig að þau hafa verið aðeins eldri en þú hann. Já, ég vissum að ef ég segi myndaði það. Hvenær dó Lennon? Þetta er kannski seinna, þetta í 81 kannski. Já, Lennon, dó hann 80-81. Sko, ég var í Súðavík þegar Lennon dó, ég man eftir því. Ég var það var svona fiskbræðsla, hérna lítil, sem var áföst, hérna frystihúsinu. Já. Og það voru svo fínir kallanir þarna, svona á morgnana, þá fór ég stundum minna því ég var í móttökunni og þegar maður er í móttökunni þá getur maður svona unni framfyrir sig. Já, tengdapabbi minn hefur verið yfirmaður. Já, búið til svona pásu. Þá fór ég þarna inn og ég var, ótrúlega falleg mynd, allt í svona alltaf litin eins og fiskimjöl, svona drapplitað, útvarpstæki og kaffibolla og kallanir að reykja og svo kemur þessi frétt að Lennon hafi dáið. Og það labbaði út á bryggjuna og horfði og þá var fjörðurinn algjörlega spegilsléttur eins og getur verið þarna. Þannig svo, þú heldur jafnvel að geta labba á. Já, alltaf logn úr öllum áttum hérna í Álftafirðinum, Súðavík. Ég man eftir þessu. Já, Súðavík sko, þú veist, ef maður þetta setja í einhvern bæ í fyrsta sæti, þá myndi ég setja Súðavík þar. Það er yndislegt, við keyptum hús þarna, við sko áttum pingulítið hús á Ísafirði, sem var bara með 1 herbergi og svo vorum við komið með 2 stráka og vorum þá 4 inn í pingulítið herbergi og svona stíi upp í það, svona gamalt stíi, það var gamalt hús, heitir Amsterdam, yndislega fallegt en það var bara lítið fyrir fólk með 2 börn. Og ég var svo ánægður, hérna, ég fór í mat til tengdamömmu minnar. Þá segir mér að Óskar kaupfélagstjóri, sem þú verður örugglega hitt hann í Súðavík, aðalkallinn var líka með kaupfélagi þegar þú varst þarna. Yndislegu maður. Þá var hann að skilja og hann bjó í hliðinn á Lilju, tengdamömmu. Og ég í mat hjá henni og hún segir mér þessar fréttir og ég fæ strax hugmyndir að hann hlýtur þá að vilja minnka við sig. Og mér fannst það eina bestu hugmynd sem ég fengi á þeim tíma vera með 2 litla kjúklinga og búa við hliðina á Tindó. Lífi gæti ekki orðið betra í svona litlum bæ. Og ég rölti yfir með kippa bjór og komst á að því að Óskar hefur aldrei drukkið. Þannig að það var ekkert að vinna með mér. En ég drakk kippuna sjálfur og þegar ég fór út að þá var ég búinn að kaupa hús. Og við byggum í þessu húsi við hliðina á Tindó sem var algjör gæfa því að þeir sem eiga börn þekkja að ömmur eru heilagar og Lilja og Haukur hjálpuðu okkur svo rosalega mikið og ég gat byggt lítið stúdíó í bílskúr sem var með svona vaffþaki eins og kirkja. Þannig ég var með svona litla hljóðkirkju í sveitinni, áttum aldrei lykil að húsinu, það var alltaf opið og börnin frjáls og ef ég gat ekki sendið þá gat þeir rölti yfir til Tindó og fengið sér keks. Það er margir sem viti þetta að það veri besta fyrir börn að alast upp þar sem hafi og ammeru nálagt og vera með bara sem næst sínu frængarði en það er ekkert margir sem gera eitthvað í því sko. Nei, þetta er náttúrulega snúið. Við tókum 1 ár hérna í bænum þegar þeir voru 6 ára 2011 eða 5 og 6 og mér fannst ég bara vera svona leigubílstjóri fyrir fjölskylduna. Ég var endalaust. Það var náttúrulega byrjaði að koma öllum í bóksinn á morgnana og svo byrjaði bara fljótlega eftir hádegi að koma því í ykkur aukabóks eitthvað. Það búið að flytja alla tómstundir barnanna inn í iðnaðarhverfi í staðinn fyrir að sé bara í skólanum eða eitthvað. Þannig að fólk krakkarnir geti bara labbað.
Þetta er alveg furðulegt system hérna í Reykjavík. Sko. Já, einmitt. Göturnar fullar af foreldrum sem eiga nóg með sitt sko að vera kannski nýkomin út úr námi inn á vinnumarkaðin í einhverju ömurlegu leiguhúsnæði í endalausum afkomukvíða með börnin aftur í sem eru svöng og þreytt til þess að skuttla á þetta ekki í lagi sko. Nei, einmitt, það þarf að hafa svo rosalega ofan að þeim og það er allir svo heilbrigðir. Þeim má ekki leiðast lengur. Skipulega prógram. Þeir eru að segja það. Ef það er döðu tíma þá er sendið sálfræðings. Uppeldisfræðingar sem koma hingað að segja að það vantar eiginlega sko tíma í líf barnanna sem er óskipulaður. Já, einmitt. Því að við lærum mest í óskipulöðum leik við jafnaldra okkar. Einmitt. Menn eins og sko yngri sonur minn, sennilega frá bara svona 30 ára aldri þá til hann var 13 ára í 10 ár. Þá var hann bara niður í fjöru og lá á steinunum að grófla í kvikindunum, ykkur skorkvikindi eða fiskur sem hann var að veiða. Og maður vissi bara á hana þar. Hann var hann ekki þar. Og kallaði maður að rölti til hans með hundin og það kallaði hann komið kvöldmatur. Hann gæti verið hana heilu dagana. Einhver fær bara hrollar hann segir þetta er það verið ykkur að fylgjast með barninni í fjörunni. Það var engin librari, ég myndi ekki treysta neinum öðrum eins mikið í grjótgarði eins og þessu strák. Þú kannast við þetta að við viljum alltaf fylgjast með þessu hættulegt. Já, jú, kannski betra að passa en ég er bara gammal kall. Við byggum út á Seltjarnarnesi og þá sér maður svona yfir sundið yfir til Bessastaða og ég er yngstur bræðrana og við áttum svona kajak sem var búin til bara segl sem var strengt á grind. Já. Litli hétt dúfa og stærri hétt dreki. Ok. Og ég var þarna einhvern tíma 5 ára, þá var ég á leiðin til Bessastaða og þá komu þeir og sóttu mig. Nei, þeir lögðu þetta. Þeir sá að það var ekki hægt að leyfa drengjum. Það var margt svona, ég var eftir einu sem var á svona dívan, sem fór að reyna að róa dívan út. Einmitt. Og það er alltaf sökkt dívaninn og hann þurfti bara að vaða í land, þannig að það var mikill háski. Já, það var líka þannig að þegar ég var, því ég er svo gamall, að skólafélagar mínir dóu. Já. Slysförum. Það voru meira af slysum í traktoraslysin í sveitunum og líka bara reiðhjóla og kyrta á þetta var ég meina og sé bara eins og sjómaður þegar heilu bæirnir það var alltaf einhver sjómaður að deyja fyrir ég veit ekki hvað 60-70 árum eða eitthvað endalísu minnisvarðar út allt land en í dag líðar oft nokkur ára á milli þess sem betur fer. Þannig að heimurinn breyttur. Herðu því ég var í Súðavík, ég var líka á Súanda þegar ég var yngri. Já. Og var eina sumarvertíð þar. Já. Og svo var ég að vinna í fiski í Ólafsvík og Rifi og Höfni Hornaverði og var líka Akureyri og Hjarðar. Ég var alltaf langt hrifnastur af Vestfirðingunum. Því að til þess þegar ég kom Súanda var bara 16 ára. Já. Mér finnst ég vera bara eins og hluti af bæjarfélaginu bara leið. Einmitt. Og kynntist öllum bara og sama á Súðavík það var svolítið öðruvísi vegna þess að sko verbúðin var hann á litlu eyrinni sem rann aðeins innari. Langeyri. Þar var ég með 9 stelpum frá Ástralíu og Nýja-Sjálandi og einum enskum dreng sem vildi vera rithöfundur. Ég held hann að sé að skrifa og hann hafi orður rithöfundur sko. Hann sé að skrifa svona glæpasugur og einhvern tímann hefur hann notað Ísland sem inn í það. Þannig að það var svona aðfjórans munar það þegar það er mikill snjór og svona, þá Langeyrinn aðeins frá svona. Já, það hefur verið einangur þar. En ég upplýði þetta alltaf með Vestfirðingana að þeir tóku manni bara eins og manni. Já. Þessi kumpanaskapur sem ég nefndi á hann. Sem að var í Ólafsvík var alltaf svona svolítið ég meina í Höfni Hornafirði þá var ég sko handtekinn grunar íspinna árás á tjaldstæðið bara því að ég var sko utanbæðamaður. Íspinna árás. Já. Varstu hóknandinn með hálfkláran íspinna? Nei, ég segir þess að sögu í Ólafsvík var til dæmis stolið þvott af snúrunum, einhverjum snúrum í einhverju heimili og ég þurfti að fara heim upp á verbúð og kom inn að löggunni og húsverðunum inn í herbygginu mínu. Já. Og ég hafði þá unnið á leigjendasamtökunum
Og ég sagði bara, hvað eru þið að gera hér? Þetta er mitt heimili, þið með ekki koma hingað inn bennir, þið verið að bíða mig leyfi. Og þeir heldur nú ekki. En þá var það viðbröðin að þið var stólið þvotti og það var labbað í verbúðin og leitað. Nýga eintekinn. Það er þessi svona aðgreining í við og hinir sem að ég fann aldrei fyrir vestan. Nei, ég er sammálaður. Ég er alltaf sjálfur aðkomumar að mestu leiti fyrir vestan. Ætlaði bara að vera í 2 mánuði og kynntist á konunum minni og ég var hann í 20 og eitthvað ár. Ég er sammála, ég meina eins og í Súðavík, einmitt, þetta er lítill bær, tæp 100 manna bær, eitthvað svoleiðis, en alveg yndislegt fólk. Þegar við byggum þarna lengst af þá var af þessum 100 manns, þá var einhvern tímann taldi ég 15 þjóðarbrot og mjög fjölbreytt og og megnaði bara svona fjölskyldu, fólk með börn og mér veist bæði nýju og gömlu Súðvíkingarnir allir einhvern veginn opnir og ekki kannski beint svona það var ekki þessi fráhrindandi töffaraskapur meira svona faðmandi töffaraskapur en sem er eiginlega inn í töffaraskapur. Já, hann allan að þægilegastur. Já, það hittir kannski bara hroki frekar enn töffaraskapur. Já, en ég veit ekki, svo er kannski líka eitthvað, ég meina Vestfirðir eru náttúrulega bara, afskekt og lokað af og ég meina ég þekki það mjög vel náttúrulega þegar þurfa að keyra til þess að sinna minni vinnu að það eru heiðarnar og þetta er afskekt og rafmagnið fer, það kippis enginn upp við það og það er samstaða í eins og Ísafirði og bara öllum þessum bæjum náttúrulega. Það er einhver samstaða að því að við erum saman í, ég myndi ekki segja stríði en í einhvers konar rugli. Við erum komast af. Já, við erum bara hérna og tíminn líður og við höfum ofan á hvort öðru en það er kannski aðeins öðruvísi í stærri bæjum þar sem hún missir þessa tengingu, þar sem hún þarft ekkert endilega að stóla það á nágrannaðinn. Hann er bara í stegagangnum og þú vilt helst að hann láti því í friði. Sem getur gert í stærri samfélagum. Já. Það væri náttúrulega best og tekist að búa til úr kostum tveggja. Það var kostin á þorpinu, losna við kannski hnýsni og fleira sem að mörgu finnst óþægilegt. En ég hefur alltaf fundist það er svolítið gott í þorpinu að hver er þetta, hann Öddi að við þekkjaði alveg frá því að þú varst bara pínu lítill og upp þú getur ekki verið með eitthvað látalæti sko. Nei, þú ert bara það sem þú ert. Já, og þú gerir eitthvað. En sumir finnst það að vera þrúgandi og vilja fara í stórborgina sem Reykjavík er náttúrulega ekki. Nei. Það sem þú getur eiginlega samið sjálf á þig ákveða að verða bara Múkisson eða ekki verða Öddi. Já. Nei, ég veit, það er mjög mismunandi hvernig fólk bregst við þessu og ég held að við náttúrulega erum flest dálítið sjálflag en það er kannski hollt að temja sér einmitt svona einhverja hugsun að það er öllum skítsama. Ég veit að til dæmis segja að fólk skilur mismunandi hvernig fólki finnst það sem neyðarlegt í svona litlum plássum og hvað maður skilja. Nú er að hlæja allir að mér eða eitthvað. En í raunveruleikunum eru öllum skítsama. Held ég. Alla nema sér. Bara gangi ykkur vel. En það er margir sem að tala sjálfan sig upp í einhverja vitleysu. En í rauninu vill öðru fólki vel og vill veita stuðning. En svo hittur viðkomandi í bónus og það segja allir hrikalegt að heyra og það er svo leiðilegt, þannig að einhver sé að deyja þetta ætti náttúrulega að mæta fólki sem er að skilja bara með fagnaðalátum til þess að bústa það upp. Rannsóknir segja að þú ættir náttúrulega sérstaklega að óska konunum til hamingju því að það er margt sem bendir til þess að þær verði mun lukkulegri fráskildi. Kallarnir hins vegar geta verið í einhverju sút. Já. Missa tengslanetti sitt þeir kunni ekki að fletta það saman en þegar konan fer með það þá verður þeir svolítið lonely. Já, auðvitað, það vantar drifkraftinn í lífið. Herðu, aðeins Ísafjörð að því að svo er ég nú einu sinni upp þegar ég var vetur á Súðavík
þegar myrkrið kom, að því ég er með svona alls konar skemmtilega minningar af samskiptu við fólk og svona. En svo er ég líka hérna fegurðina þegar snjórinn var og þessi speilflyti fjörður en ég er líka með hérna minningar það sem er svo himinin sé bara svo lágur og það er svona slapp og það er svolítið svona brúnt og ég er eitthvað starf á Ísafirði og ég er orðið svona aðeins og fullur og þetta er einhvern veginn þetta er bara ekki góður heimur einhvern veginn, þetta er svo þrúandi að hérna að það er eins og sko skammdegi leggist á mann bara. Já. Allt í nær maður komið með það bara á herðarnar. Já, einmitt. Er það þannig? Eða var ég bara á óeppilum aldri þarna? Þú hefur lesið í þetta þannig, þú hefur bara þurft að sjá þetta svona, verið að spekla sjálf að því umhverfinu. Já. Verið á þungur. Nei, það er þungt náttúrulega, myrkrið er erfitt. Stundum er það þægilegt. En það er svona vefum mann bara. En jú, það er hundleiðilegt. Ég finn það mikið mitt að maður keyrir minnst oft og svo er líka veðurfærið er þannig, það er einhvern veginn, maður keyrir niður Bröttubrekku og þá er eins og maður sé komin til Kanarí hérna í febrúar eða eitthvað, maður bara, það er nýtt munur. En jú, ég minn, þetta er mikið myrkur. Komin aftur inn í byggilega heim. Já, en það er líka rómatískt, sko, finnst mér. Oft á því, allan fyrir listamann, sem maður getur unnið inni. Já. Og tengist þessu svona að fólk sé saman að glíma við þetta. Já. Já, algjörlega. Og ég veit, og maður bara, ég sé mig alveg í sömu sporum og þú. Og svo get ég líka séð mig, ég segi mig bara í miðjum janúar eða febrúar, þunnur að labba á Ísafirði. Þá gæti hefði mér oft liðið eins og þér, og verið að rölda kannski með hundi minn eða eitthvað á bryggjunni. En ég held ég oftar samt liðið hinsegin, það sem ég finnst það geðveikt. Geðveikt, með fiðrildi í brjóstinu. Já, jafnvel með óveður í fanginu og fundið ykkur að svona, djöfull, er þetta geggjað? Bring it, einhvern veginn. Fyrir að gerum við eitthvað góða mat á eftir og spilum spil og þetta er dagurinn, sko. Eitt í viðbót varðandi Ísafjörð, af því að þú ert þú og Eiríkur Örn, hann er ekki fluttur, eða? Nei, ég held að við megum ekki fara báðir. Nei. Það var talandi það, þá mann ég eftir því fyrir einhvern tímann, ég held að bara verið svona aldamótin, að þá hafði Sjón búið einhverjum erlendir sem var fluttur í bæinn. Já. Og þá heyrði ég Hallgrím Helgason segja að hann sagði við mig, að muna svo mikið það í svo litlu samfélögum, meit. Já. Það bara skiptir máli að Sjón er komin aftur heim. Það er stór karakter líka, einmitt. Já, ég meina, það skipta allir máli náttúrulega og kannski líka einmitt í svona litlu samfélag. Til þess að búa til einhverja menningu þá þurfa allir að leggja sig fram, sko. Já, ég finn það eins og maður fer, ég fari hringina yfirleitt eins og ári. Því maður ólst upp náttúrulega við það, Bubbi og Káka og allir fóru hringina, en það er eitthvað sem maður byrjaði á og svo getur maður ekki hætt því að það er eitthvað romantík og það er bara gaman og það er fyndið í þessum bæjum að ég man til dæmis eins og á Egilsstöðum til dæmis, gott dæmi það var pínu skrítið fyrstu skiptin sem ég kom á Egilsstað að spila þá spilaði maður í matsalum í menntaskóla og það var einhvern veginn eini staður sem var í boði og einhver flúorlýsing og oft nú í, þessum showbusiness þá þarf maður því að maður er ekki sexy þannig að maður þarf að nota eitthvað tæki og tól til þess að einhverja lýsingu og reik og eitthvað til þess að reyna að blekkja fólk en það var ekki sens í matsalnum á Egilsstöðum í menntaskólanum en svo kom Dóri Warren flutti hann aftur heim og með tengingun í okkar popparana tónlistarmaður sjálfur og fór að reka sláturhúsið og gerði sal þar, sáum eitthvað úlingastarf, breytti ykkur og allt í hún var komið lista aðstæða fyrir fullt af fólki og hann að reka geggjað úlingastarf búin að gera svona stúdíó fyrir krakkana og sal fyrir okkur popparana og stað til þess að gista á þannig að núna allt í einu þarna, ég man ekki hvað þetta var kannski 2006 að þá kveið man ekki að fara Egilsstað sem ekkert var í boði þú þurft að borga hótelgistinguna
og þetta var bara svona pína að tróða sér inn í matsalinn í menntaskólanum, þannig séð. Þetta er svona ítaðar áfram að nota, nema þegar hann kemur þá er maður alltaf orðinn velkominn og það er svona umpólun og hann kennir fólki hægt og rólega að koma á tónleika og hittast og fara út í pásu og svo opnar hann, vann hann á nokkrum stöðum en alltaf hélt hann tengingunni og lífinu lifandi fannst mér á Egilsstöðum og núna er hann búinn að vera með, ég veit ekki alveg hvað lengi en sennilega bráðum í 10 ár kaffihús sem að maður fer og spilar á og Svona er samfélagum smíðuð. Já, en einn maður og maður finnur þetta og stundum í sumum þorpum hefur einn svona maður eða kona komið lífgað allt upp og kannski gert alla brjála, ég veit það ekki en alla hann svo hverfaðu, brennu upp fara í meðferð eitthvað Eða verða þarna áfram eins og farfuglaheimili á Seyðisfirði, Þóra á Haföldunni sem hefur eiginlega breytt karakter bæjarins. Já, einmitt. Það mætti eitthvað félagsfræðingur rannsaka það. Hún er geggjuð. Því að bærin er eiginlega... Ég man fyrsta túrum minn það var 2002 þá gaf ég út plötu og gætt bara selt hana, vildi engin dreifina gætt bara selt hana í Hljómalind og mér langaði að fara túr eins og heitirnar mínar og bókaði túr ég held það var seinna, ég fór túr og þá var náttúrulega allan ég kunni ekki interneti, kannski var það komið en ég var ekki að því þannig að þá fór maður í símaskrána og ég hringdi í sjoppunar, fann bara S og Ollís eða eitthvað að sjoppa hringdi í sjoppuna, þar svaraði yfirleitt eitthvað stelpa halló, já, góðan daginn ég er Múkisson, var að gefa út plötu og búin að selja kannski 30-40 eintök í Hljómalind og langar að fara hringin í kring landi núna, fekk rosa dóma í Árna Matt í Morgunblaðinu og við hvern ætti ég að tala í bænum þínum og einmitt að segja sér það svona, já, þú ættir að tala með hann Dýra hann var að bara opna henni ölduna með mömmu sinni þakka þér, það svo hringdi maður í Dýra blessaður, er séns að spila hjá þér ekki spurning og einmitt því lill líf sem þau hafa búið til og klíkan í kringum þau öll sömul Ég kom hana fyrst einhvern tímann á þessum árum þegar ég var að vinna út á landi og þá var Hafaldan bara svona eyja í Seyðisfirði. Svona síðast þegar ég kom þá fannst mér eins og andinn þar væri eiginlega búið að taka yfir bæinn sko. Það er miklu meira í bænum sem að minnir á þá stemmingu sem að þá var sko. Já, einmitt. Þannig að það er magnað að sjá bæi lifna við. Hvað bara einstakar manneskjur geta haft mikil áhrif. Já, og stemmingi, menn það er margt eins og fyrir sunnan. Þú veist, ég man að ég var að byrja eins og Akranes til dæmis þú veist, það var allt önnu stemming þarna fyrir 20 árum en svona síðustu 10-12 ár þá er ykkur umpólun eða á Selfossi Það er mikið af fólki sem hefur einhvern gæti sagt að hafi rakist úr Reykjavík út af háu húsnæðisverði hefur byggt upp Akranes einhvern aðeins öðruvísi stemmingu Akranes og Selfossi. Já, nú bara, þú veist að fara ánga núna, þetta er bara einna skemmtilegustu stöðum landsins að allan að skemmta á. Þú veist, það er svo mikið líf og stemming og jákvæðni og eins á Selfossi, það er alveg magna. Þú veist, ég man fyrir 20 árum að fara að spila í Hvítahúsinu og mér fannst það var svona aftenging að, þú veist, fólk var langt frá manni, það var eitthvað svona, þú veist, ég myndi ekki segja deyfð, en það var svona, þú veist, það var aðeins fyrir utan bæinn og þú veist, menn kannski vanir bara að fara á böll og svo var maður að reyna að vera með eitthvað tónleika, svona snobbt og dæmi, þannig ég held að fólk kunni það ekki einhvern veginn. Í heimabæ Stuðsins. Heimabæ Stuðsins. En það er nakkans. En allan, þú veist, núna síðustu ári, mér að maður fyrir núna á sviðið þarna og... Þú ert náttúrulega þekktari og meira svona household name og... Já, einmitt, en það er samt, það er eitthvað, þú veist, þetta unga fólk er komið aftur og... Ég einnig ekki að segja það. En jú, það hefur margt breyst, en það er samt alveg geggjað að finna, þú veist,
Ég allavega, þetta kannski svona lúmst áhuga mál. Þetta tengir spurningun sem ég ætlaði að koma með áðan sem að var að í Vestfirðir hafa breyst og við tölum svolítið að sko Vestfirðir þegar ég var þarna sko 70 eitthvað, 7 eða 80, 81 80, ég tekkaði á því, ég lennandi á 80 okay. Og ég var á Súanda eitthvað svona 77 og ég gerir ráð fyrir þetta sé sami staður en það er náttúrulega orðið gríðarleg breyting á fólki. Eftir hrun þá var ég að ferðast í Noregi og kom hann inn í eitthvað þessum djúpu dölum, þar er bær sem að hvað heitir hann aftur, það kviknaði í honum, það er svona mjög gamall miðbær, það voru Íslandi að ég var að ferðast og ég sendi alltaf svona undan mér býr Íslendingur hér. Ég kom í bæinn og mér finnst bara gaman að hitta fólk og tala við það, af því að það var stutt eftir hrun og margir búin að vera að flýja og merkileg samtöl sem ég átti við fólk. Og þar tala ég meðal annars við hjúkrunarkonu eða hjúkrunarfræðing sem var frá Ísafirði. Og hún sagði, það eru fleiri úr mínum árgangi sem að búa í þessum bæ heldur með Ísafirði. Sem að sýnir sko hvað eru búið að vera mikill sko landflótti eða eitthvað eða svona endurnýjun á fólki og þetta lítur náttúrulega en einhver leyti varst þú að segja áðan eins og að sko staðarandinn heldur sér að þótt þessi 17 þjóðarbrot á Súðavík þá er ennþá þessi svona það sem ég er að reyna að kalla kumpanarskapið eitthvað. En samt hlýtur þetta að vera svona blóðtaka fyrir þessi staði líka, eða ekki? Örugglega. Eitthvað svona tilfinningum að er þetta ekki Bubbi þarna, aldrei fór í suður? Jú. Hvað finnst þér þann söng? Þú hefur lifað gegn þeim söng, eða ekki? Jú, einmitt. Já, ég veit auðvitað breytist allt hjá öllum alltaf, þú veist, og lífið fyrir vestan eins og í mörgum byggðarlögum, sem var byggt upp á fiski kvótin er farinn og svo Þingeyri til dæmis bara. Já, bara í öllum bæjanum og það er náttúrulega þú veist, það brennir náttúrulega fólk og þú veist, og ég meina eins og Vestfirðum, þetta er afskekt, ég flutti þarna 2002, 2003 þú veist að þá einmitt fékk ég ofta að heyra það svona, já þú að fara vestur, það er allir að fara í hináttina og ég mani mitt þarna 2000 og kannski 5 eða eitthvað svoleiðis þarna þegar interneti var orðið eitthvað og ég myndi hugsa, það er hægt að gera allt á þessu interneti. Núna fara allir að koma að þetta er sniðugra líf fyrir mína kynslóð sko. Og maður er náttúrulega bara sjálflægur, veist, maður vill alltaf að allir sé eins og maður sjálfur eða eitthvað, ég veit það ekki. En einhver leyti hefur það gerst að fólk var auðveldara með að búa og vinna svona í fjár einhverju. Já, það hefur gerst núna. Það má sjá einhverja slíka breytingar út af það. Já, en það, veist, en svo, veist, maður skilur bara, þetta er út all land, ekki bara fyrir vestan náttúrulega, þar sem að þetta breyttist allt saman, gerist hratt, kvótinn fór og sumstaðar, menn voru að reyna ýmislegt út alla trissur, finna lausnir, láta hlutina gerast og hellingur fór náttúrulega bara því að það varð að fara. Fasteignirnar voru ekki lengur verðmætar og bærinn var farin. Einmitt aldrei fór í suður. Þannig að lagið bara raungerðist á mörgum stöðum. En það er, þú veist, það er alltaf eitthvað, ég meina, þú veist, það er, maður geta endilega sko svona andlegu kall, ekki á því leiti að ég ætla að fara að predikara Kristi eða eitthvað fyrir þig. En það er samt ykkur svona andi yfir fólki sem maður gengur inn í þegar maður fer inn í bæi. Og það er ákveðin húmor, það er tungutak og það er stemming og þú veist, og fólk stendur einmitt eins og hún segja áðan stendur svona saman að ykkur leiti við og þau og það er eitthvað fegur og sums þar hafa menn náttúrulega eins og núna fyrir vestan, þú veist, þá er laxinn að rífa allt upp, fasteignaverð hefur hækkað og þú veist gera sig þetta, já, gera sig, gera stórkostlega hluti og einmitt einhvern veginn að breyta öskuhaugunum í gullnámur og það er spennandi
og líka háskólasamfélagi, komið háskóla þarna sem hefur verið í þó nokkur ár, svona sjáaklasi og með mikið á útlendingum sem er þarna ykkur rannsóknarvinn og svona, og það setur alveg hrikalega skemmtilegan lit á bæinn að sjá ykkur að spekinga útlenska meistara á kaffihúsin eins og þetta líta út bara eins og Þórbergur Þórðarsson einhvern veginn að skrifa í minnisbók á kaffihús og í Ísafirði. Það er eitthvað alveg hrikalega romantískt. Vestfirðir, ég man ekki hvað það ætti að búa hana margir eða verið sama hlutfall þjóðarinnar og var kannski 1930. Þannig að þetta er ekki bara eftir að kóti fyrir að hafa komið gríðalegur hópur af vestfirðingum í bæinn svona eftir því árunum. Já. Og og maður myndi halda að þetta er svona kennska sín næst í að vera eins og svona riðbelti á Íslandi. En í Bandaríkjunum og í Bretlandi þessi riðbeltinir, þar er alveg rosalega blúsaður svona vonleysisandi. Já, einmitt. En það er ekki vonleysisandi þegar það vesturum. En er svona blús eitthvað svona, við vorum svikin. Já, í svona smá umræðu kannski. Já. Í ykkur umræðu, þú veist, þá eru allir fávitar. Já. En það er líka, mér finnst að vera ákveðin íslensk þjóðarsál. Já. Þú veist, bara holdt fyrir fólk náttúrulega að baktala náungana þess og sérstaklega þetta drasl sem er að ræður yfir okkur en þú veist, eða það kemur okkur illa þannig verða breytingar til eða ekki? Jú, ef að fólk gerir eitthvað annað en að rífast. Já, eitthvað annað en að tala bara. Já, ég veit ekki, þetta nú, veist, ég veit ekki hvort þetta sé allt saman eitthvað sem enginn er Vestfirði sérstaklega. Það er og svo minna, ég man til dæmis þú veist, það er svo gaman á svona típum sem að lífga bæina. Þú veist, ég man eitthvað tíman var ég að fara að spila með Skúla Mennska nýr á Bryggju Bólungavík og við tókum allan 2 sumur og tókum svona Vestfjarðarhring. Það mættum við eitthvað staðar og spilum yfirleitt fyrir engan en okkur var svo fyndið að fara báðir óþekktir og spila eitthvað staðar og ég man að við mættum nýr á Bryggju og ætlum að byrja að spila og þá kemur Sofía Vax úr svolítið frækt þetta Vax fólk fyrir vestan og hún segir heyrðu, er engin mættur? Segja það mætir aldrei neitt hvað sem það er alltaf leið, við erum bara að gera þetta. Það er bíðið aðeins, bíðið í kortið 20 mínútur og við bíðum og þá kom hún allan með 50 manns með sér og fór hún bara að bankaði upp á fólki og tósaði það út og þú veist, það er magnað að geta tósað út fólk píntanir og Bryggja og horfa okkur að 2 óþokta algjörlega óþekta trúbadóra gaul eitthvað væl það er það er máttur í svoleiðis fólki sko. Talandi um það að trúbadór, það er náttúrulega margra alda gamalt fyrirbrigði. Já. Það er maður sem ferðast driftar og segir sögur. Er að túlka verölduna sem við lifum í. Já. Það ekki? Jú. Og þetta var til á miðöldum og þetta er til í dag og þetta er ekki að deyja. Nei, ég held ekki. Og þetta er náttúrulega, menn eins og, veist, þetta er náttúrulega aftur í aldir hér á Íslandi. Menn löpuðu á milli bæja og fengu að borða og sögðu skemmtilega sögur. Og kendu kannski einhverjum krökkum að lesa og fóru svo í næsta fjörð og voru þar í nokkra vikur. Þannig að það hefur kannski fyrstu trúbadórarnir hérna á Íslandi. Aftur í landnám, sennilega. En það var ekki til gítar eða? Nei, voru menn ekki líka bara eitthvað tóna? Nei, það var ekki til gítar. Það var með rímur. Rímur og... Hefur reynt það? Nei, en ég sé það alveg fyrir mér þetta skemmtifólk. Það hefur alltaf verið til skemmtilegt fólk, held ég. Og ert þú þannig? Ég nefndi Dylan á hann segir ég er bara song and dance man. Já. Það er bara það sem ég geri. Já, ég myndi segja það líka. Já. Þú veist, ég var orðið það. Ég var það kannski ekki. Maður kannski með okkur að drauma bara fyrstu árin. Já, þú ætlar að búa til annars konar músík. Já. Þú sástu ekki fyrir þér, þú ætlar að vera músíkant. Já. En ekki trúbadór. Nei. Og hvaðan kom þessi trúbadór? Var ekki fæddist hann bara á þessu karaoke? Nei, bara veröldin ýtti mér ánga. Hvernig? Sko, á fyrstu plötu minni sem er einmitt svona meira og minna bara svona raf músík, þar var eitt lag sem ég gerði á kassagítar.
og þessi plata seldist náttúrulega ekki neitt en en þeir sem keyptu hana voru örfáir sem að hringdi í mig og sagði getur þú komið og spila þetta lag og ég man að Jónatan Garðars var á RÚV þá með Mósaik hann hringdi í mig og sagði getur þú komið og spila þetta lag með viniðinum Pétri Ben og það var svona augljóst að veröldin vildi setja gítar í fangið á mér að ykkur leyti en það var ekki dominant hjá mér í þessi fyrstu kannski 2 árin og svo gaf við út plötu sem heiti Múki Mama og það er lag á henni sem heiti Murmur sem að sló rosalega í gegn og svo plata seldist mjög vel en það er gítarlag þetta restin af plötunni sé líka svona rafmagnsmúsík og bara skringileg músík en þá fór fólk á þeim tíma spila ég mestmegnis erlendis á svona skringilegu músíkina já, það var enginn að biðja svona listahátíð í Gent og það var enginn að biðja kassagítar þar enginn en hér þá hringdi bara annarhver maður fannst mér og fyrirtæki og einstaklingar og alltaf getur komið og tekið þetta lag og fram að því var ég nú voða lítið ég þótt ég alveg samið á gítar að einhverju leyti en þá fannst mér að ekki vera hljóðfæri mitt var talvan en það hefur breyst en það breytist að ég bara veröldin setti gítarni í fangið á mér og mér fannst ekki leiðilegt en ég sá þetta ekki fyrir mér samt fyrst og svo allt í hennu eru bara liðin nokkur ár og maður er bara orðinn skít sæmilegur á gítarinn og maður nýtir þessu náttúrulega að gleðja fólk og sjá fólk brosa eða syngja með, það er yndislegt og það rugla matamann að einhverjum hormónum sem að verður til þess að gítarinn fer síður úr fanginu á mann og allt í hennu er maður bara orðinn gítarleikari og trúbátor. En þú ert bara eins og kokkandi sem að sumir segja það er bara svo dásalega gaman að gefa fólki að borða. Já, það er allan í mínu tilfelli þá finnst mér eins og raunveruleikin hafi bara aðeins búið þetta til sko. Gítarlagið á fyrstu plötunni, hvað heita aftur? Póka Pell. Má ég byrja að spila það? Takk smá að því. Ja, þetta er ævisögu þáttur, þannig að þetta er kennileiti á ferðinni lífið. Þetta er örlega valdur. Einmitt. Ég hef ekki spilað í mörg ár. En ég þarf að stilla hann aftur þetta er alltaf í rugli hjá mér. Já. Ég er einhver stund. Það er gaman að fá hvað ertu með þarna? Þetta er bara tjúner á horninu. Ertu ekki með svona perfect pitch í eyranu? Nei, ég er svo langt frá því. Ertu góður á gítar? Nei, ég myndi ekki segja það sko. Þú nefndi Pétur Ben, mér finnst hann svo góður á gítar. Hann er rosalegur. Og hann kom inn einu svona í svona spjall og kynnta sig gítarleikara. Já. Hann er náttúrulega bara tónlistarmaður á margan hátt. Hann er algjört sér. En ég gleymdi mig bara því að mér finnst það svo frábær gítarleikari. Hann er maður með náðu góð sko. Já. Og allt sem ég kann hefur hann kennt mér. Á gítar? Já. Póka Pell. Fyrsta skipti í mörg ár. Lagið sem að breytti lífiðinu. Já, ég hef ekki spilað þetta í allan áratug. Og einmitt sami til Péturs að mörguleiti. You can bet you're kannski er ég á vitlausri tóntegund eða eitthvað. Kannski var ég með kappó, fyrst allt í einu. En má ekki gera svona mistök? Já. Það er mistökur sko nauðsynlegt skref í áttina fullkomin. Það ekki? Já. Svo er sagt. Allan í mínu tilfelli og það er langt frá fullkomin alltaf. You can bet you're a molded heart. One day we're all gonna part. Nei, hvað mann ég þetta ekki? Já.
My bad thought. Hvernig var þetta? Það var ég alveg. Ég byrja bara aðeins aftur. Ég ætla að reyna að treysta á vöðum minni núna. You can bet you're a molded heart. One day we're all gonna part. My bad thoughts have made me good. A boy killed a bird in the wood. Poke a pal in the eye, noise them up, tell a lie. I love you. Goodbye. Poke a pal in the eye, noise them up, tell a lie. I love you. Goodbye. Já, það gott að reyna þetta. En kannski var ekki fólkið að biðja endilega gítar, en kannski var það bara að biðja þessa tilfinningu í þessu lagi sem að þeir náttúrulega svona, þeir eru verið í blues og þetta svona ameríska söngbókin svolítið. Já. Hvers konar tónlist ert þú að búa til? Hvernig flokkar þetta? Ég ætla að byrja í rafmúsikinni. Já, en þetta sem Múkisson er ekki út núna. Já. Hvað er þetta? Í dag? Hvað er þetta? Folkmúsík eða er þetta? Mér finnst það bara að vera, þetta er eitthvað bland í poka, sko. Já, það er eitthvað svona folk og country og pop og rock. Og það er líka þessi fílingur í þessu. Hann er svona trega fullur. Einmitt. Þú ert með svona... Blúsin, það er kannski grunnnótan í öllu sem ég gerir, það er blúsin. Heldur það ekki verið það sem að fólk var að biðja meira? Jó, sennilega. Við göngum náttúrulega öll með eitthvað svona harm sem að stundu finnst okkur ekkit betur en að strjúka harminum okkar. Já, það er rétt. Blúsin hefur alltaf átt alveg rosalega stóran hlut í mér og hann bara frá því að ég var úlingur. Og þegar þú kemur og þú ert ekkit svo gamall maður þú ert að syngja svona. Það kemur svolítið, ég mann fyrstur í heyrið í þér. Það hljóma þetta svona eins og þú væri með svona hvað er, stundu sagt að eitthvað sem gömul sál. Já. Það var eitthvað svoleiðis við þig, sko. Einmitt. Já, það gæti passað. Já. Hvaðan heldur það sé? Varst alltaf þannig bara? Já, kannski var ég alltaf gamall kall í mér. En svo líka einmitt, þessi músík, sko, maður var eitthvað tíman, þegar ég var úlingur, þá var þetta Doors myndið vinsæl. Og í kjölfarið á því fór maður að tekka á sér hippamúsík og þá fann maður Hendrix og svo er maður búinn að éta Hannís í smá stund og þá er maður komin í original bluesinn, eins og þess að maður hafði áhrif á Beatlana og Rolling Stones, Screaming Jay og Howling Wolf og þessa geggjöðu kalla sem voru allir í Memphis 50 eitthvað. Og það er alveg svakalega blues. Það er svakalega og ég elska... Ég bölvað þeim degi þegar ég fættist. Ég bölvað þeim degi þegar ég fættist. Gæti verið fyrsta línan. Já, og það er eitthvað sem að talaði beint til minn. Þannig að ég veit ekki hvað ég er gamall, 16 ára eða eitthvað því ég uppgötaði þetta. En þetta er merkilegt að þetta er eins og sorg. Já. Blúsarinn hann er í ástarsorg og hann er í sorg. En samt er hann eiginlega svona mennskastur allra. Ég er ekki bara eins og okkur aðfundur eða eitthvað. Ég er nú ekki fara á aðfund en mér finnst alltaf eins og það bjargi fólki að fara á aðfund. Eða þú veist, ég er náttúrulega bara að tala með raskatinu en hann að... Þar er það líka reynda reglan og þú mátt eiginlega bara tala sjálf á þig, sko. Já, en ég meina, þú ferð inn og ég mynda mér, ert þú edrú maður, ferð á aðfundi? Já, ég er bráðum 30 ár síðan að ég drekk. Til hamingju. Sko, ég þekki nokkra sem að segja, já, ég bara, ef ég stunda fundina reglulega, þá er þetta í lagi. En þegar ég byrja að detta þeim vagni,
þá má hafa ágjur. Þá ég búin að telja sjálfum trú eitthvað. Þannig að þú ert bara aðfundið þarna með gítarinn. Ég held að sko, sami galdur þú veist, sko, að því vorum að tala bluesinn, að það þessi tjáning. Ég, þú veist, að gangi gegnum þetta og það einhvers konar lækning í því að tjá sig á þennan hátt. Og líka að hafa sjálfsöryggi til þess. Hún verður líka að vera einlæg. Það ábyggilega til dæmi að fólk spila bara gömul lög sem mundu eftir því að hinir höfðu hlusta á. Og svo ertu búin að vera að segja sömu söguna í 3 ár en ert kannski ekkert nota tjáninguna til þess að vita hvernig það raunverulega líður í dag. Sko. Nei, mitt. Og ertu orðin fjarlægur sjálfur þér. Já. Og það þá ertu komin á svona... Komin lotaraskami. Já, og þá ertu komin í svona hættuslóður. Getur farið að taka stjúpid ákvarðanir. Já. Orðið fullur af egói og anstíkilegur. Já, einmitt. Ég ekki svo líka bara eitthvað, það attitude. Í blúsnum. Í blúsnum, veist. Það vera cool, að þola, að standa aðeins fyrir utan. Já, ég hef ekki greint þetta, en þú veist, það ég meina bara, þú veist, Screaming Jay leit út eins og einhver frummaður frá Afríku, einhver hringi í nefinu og með staf eins og Gandalf og svo I put a spell on you cause you're mine eitthvað, það eitthvað svo rosalegt það rífur maður með sér eða Howling Wolf bara 2 metra maður einhvern veginn þú veist að grenja fyrir fram það, maður getur ekki annað en þótt meira á endum að það búinn, það einhvern veginn þannig. Ég held að það sé, kannski það bara það er svona, þetta eins og að faðma slökkliðsmann. Ég las einhvers staðar grein eftir eitthvað Vestur-Afríkana sem sagði að við fundum upp að vera cool. Það kom í gegnum Karíbahafið og yfir til Suðurríkjana og breytist svo og nú vil allir vera cool. En þetta bara fyrirbrigði sem til í vesturafrískri menningu. Það sá sem að til í þorpinu en svona geðsveiflurnar í þorpinu hafa ekki áhrif á hann. En það líka ábyggilega líka eitthvað af blúsnum bara á rætur, bara djúpa rætur í einhverju menningu. Það sem pláss fyrir þennan mann. Já, svo þetta líka ég minna eins og maður náttúrulega lesið þessa kalla og konur. Þú veist, þetta svo rosa, þetta mörguleiti áhugavert líf. Þú veist, kannski spila einhverja klukkutíma á dag, alla daga, allt árið, í mörg ár. Og við skrýtnar aðstæður og það gerjast eitthvað í svoleiðis fólki og það fer á eitthvað svona þú veist, þetta swag eða cool eða hvað það þú veist, þetta náttúrulega bara svona coping mechanism held ég. Og líka þau koma svona came with the dust and gone with the wind að þau til ekki alveg samfélaginu, eins og þú að túra Þóttu sér alltaf að koma á N1 bensinstöðu hér og þar og þá ferðu aftur með gítarinn á bakinu. Það Clint Eastwood típa. Já, einmitt. Þetta talandi þessa gömlu blúsara og ég sagði áðan hann að fjórðungi breiður til nafs og það komin ný kenning sem að segir að fjórðungi breiður til húfu og þú ert með Dolly Parton á húfunni. Ég verði að spyrja hana. Ég var í Nashville hjá vinni mínum daginn. Varst í? Nashville. Það var félaga þar. Gaukur, Þorlaugur Gaukur. Kíkja á hann með nokkrum vinnum fórum 3 vinni saman. Og hann Jón, félagi minn, hann keypti þessa húfu fyrir mig í ferðinni. Mér fannst hún svo cool. Og Dolly Parton var geggjuð. Algjörlega geggjuð. Hugsaður, hún samdi til dæmis 9 to 5 sem að flesti þekkja og lag sem að seinna var frægt, var hann ekki frægt strax, sem heitir I Will Always Love You og Whitney Houston gerði frægt en hún náða. Hún samdi þessi 2 lög sama kvöldið. Og það veit ekki margir að hún byrjaði eiginlega sinn feril sem lagahöfundur, þar sem hún sat á skrifborðið og deildi skrifborðið með Willie Nelson í Nashville.
þar sem að þau sátu á mótu hvort öðru að semja perlur. Ótrúlega hæfileikarík. Já, bæðið tvö náttúrulega og hún alveg sérstaklega. Ótrúlega klók, svo. Hvernig á kona að meika það í þessum fáránlega heimi og hún býr eiginlega til Dolly Parton. Já. Heldur það ekki? Jú, og býr bara til nýja tegund af stjörnu. Einhvers konar, ég veit ekki hvað, hún bara einhver Houdini. Já, galdrakona sem að næra snúa einhvern veginn veröldinni með sér. Þú talar áðan að þú hefði verið næstu ár þarna að semja eitt lagið. Þú ert ekki svona eins og Dolly Parton? Nei, ég myndi segja að 90% eða 99% af mínu efni tekur bara mjög langan tíma. En maður hefur verið heppinn, en það er bara samt, þú veist, 1 lag af 100 eða eitthvað. Já, þú getur ekki beðið eftir því. Það er ekkert að treysta á það. En af hverju ertu að semja þá? Já, það er nú góð spurning. Ég veit ekki, ég líti á þetta bara, veist, þetta er svona eins og svo frænka mín Björk sem er í bútasaum voðalega mikið. Gera æðislega teppi og svona veggmyndir. Mér finnst það að vera sama djobb einhvern veginn. Mér finnst það bara, ég gleymi mér og mér finnst það spennandi og þú veist, það tefla eða púsla eða eitthvað, þetta er svoleiðis vinna. Hekla og föndra. Já, þetta er svona föndu vinna og maður verður að leyfa stundum dótin að liggja aðeins að lifa og einmitt prófa að spila tónleikum og finnum maður, þú veist, þótt að maður finnur ekkert endalega hjá áhorfendum að maður sé að gera eitthvað, en það er eitthvað spenna í manni sjálfur sem gefur til kynna sem maður fattar ekki annar staðar. Ég verð að henda þessari línu, ég fæ bara aularhroll. Hún segir ekki neitt, þetta er bara rím eða eitthvað. Og ég nýt þess að gera þetta. Og það er hljóma ótrúlega. Ég spyr fólk hérna, ég verð svona félagsfræðir rannsóknir hérna. Ég spyr fólk hérna hvernig mann fyrst eftir sér. Hvernig mann fyrst eftir mér? Sko, við byggum í Bolungavík fram á þang til ég var 6 ára. Pabbi minn er þaðan. Hann var á sjó þar og þannig að er örugglega þar. Ég veit ekki alveg hvað er raunveruleiki, hvað er ljósmyndir og svona, en þú veist, það væri eitthvað þar á Traðarstíga sem áttum heima. Pabbi gaf mig hvolp, ég man eftir því. Svo man ég líka eftir svona gleðistundum sko að pabbi voru út á sjó og maður átti mömmu og að horfa á Hemma Gunn og fá kannski popp og hlæja að Elsu Lund. Finnst eins og það sé ykkur. Áttir mömmu, svo kemur pabbi heim og þá á hann mömmu. Þú veist, það er bara svo góð rútína. Þetta er þekkt svona samkeppni sonarins við föður sinn móðurina. Það er eitthvað til í því sko. Þetta sem er mörg lög þetta sko. Já, alveg gott. Já, einmitt. Þetta öryggi með mömmu. Já, ég veist, maður er mömmu strákur og yndislega mömmu og ég man einmitt eftir það svona, er hann að koma í land? Þá horfum við ekkert að Hemma Gunn í kvöld. en svo þegar maður setna úlingur og svona og þá fekk pabbi stærra hlutur. Annað sem ég spyr alltaf upplifðurðu að þú værir sko velkominn og elskaður í þennan heim? Já, í þennan heim. Já, ég fann það mjög vel. Og hvernig? Já, náttúrulega kannski fyrst og fremst í gegnum foreldrana, mömmu mína. Og svo, eins og í Bolungavík, það var mikið af frændsískinum og svona sem maður leit upp til og fekk að hanga með. Og svo, amma og afi og svona, hjálpa afa minni. Man til dæmis, hann var svona, allavega einn að fá köllum í mínu lífi, sem var svona alltaf að fá mann með í eitthvað bras. Og þannig að mann er leið eins og maður hefði hlutverk og maður sér það náttúrulega ekkert fyrir að maður er fullorðinn. En þá er svona, heyrðu þetta minn, ég þarf að fara með þessa spýtur hérna á hinn vegginn úr garðinum og svo ætla ég að koma með hjólburur eða kerru eftir helgi og ég ræð ekkert við þetta einn.
getur þú tekið þú svo kannski pingu lítil spýta og nenn að standa í þessu með barninu að bera þetta og maður ég get aldrei gert þetta á því ég er glátt á ef þú gefur eða ég ætla að gefa þér pulsu og draum, lakrísdraum fyrir að vinna þú bara, amma þetta er bjargvætturinn þannig að maður fekk svona hlutverk og bara amma, ég bara bjargaði lífi ykkar í dag Þú varst ekki bara velkomið, þú varst bara bjargvættur Bjargvættur og það er yndislegt Þannig að þú manst eftir svona að þorpað alveg barni sagt, eða ekki? Hversu? Já, ég meina Þú varst alveg upp í þorpi en þú til 6 ára, hvað gerir svo? Þá fluttum við til Grænhöfða hérna Fengur, þú kannski manst þetta á Fengur svona þróunarverkefni, skip sem var byggt að smíða og farið með til Grænhöfða sem er aðeins neðar í Afríku frá Kanaríum og við vorum þar í nokkur ár Er það ekki í buktinni þannig, Benín-buktinni þannig? Já. Varstu þar í nokkur ár? Já. Frá því að varst 6 ára þannig að þú verð? Ég held að við komum heim svona, ég var kannski orðin 11 verða 12. En við fórum þangað í hálft ár og svo fórum við oft heim í hálft ár, jafnvel lengur. Eða vorum í Portugal líka eins og í hálft ár bara og já, svona millistopp. Það er tölur portugalska og verður portugalsku? Já, mann læri þetta strax. Og ertu með hann eða þá? Nei, svo hvarf hún að ég syndin ekki, eða ég fattaði ekki fyrir, ef ég kem heim 11 og svo kannski þegar ég er svona 15 þá allir ætlar að grípa í hana þá spurði ykkur segðu eitthvað við mig á hana kreól já sem var svona tungumál að kalla kreól en er portugalska sem það er portugalska sem er svona kreól útgáfa svipaður oft í Vestur Afríku þá getur verið enska en það getur verið mjög erfitt að skilja hana og þeir svissa svo yfir í venjulega ensku sko. Já, það er eitthvað svoleiðis. Þannig að ég hugsaði og lék mér á því tungumáli bara strax. En svo hvarfa og ég man ég las ykkur tíman í ykkur blaði að þetta gerðist og tungumál hyrfi bara úr haustum á fólki að það heyrði ekki. En það gæti komið aftur og stundum þurfti bara það er kannski bara lykt eða einhver andlit að þá gæti það dottið inn í hausinn aftur. Það sé bara tenging sem að dettur úr sambandi. Þannig ég er ekki það gæti verið portugalska eitthvað stær á floti hérna í haustum áður. Já, þannig ég læt mig dreyma að fara til Grænhöfða eitthvað tímann hljótlega og vera kannski mánuð. Hefur ekki Maggi Einars verið þarna eitthvað? Ég veit það ekki. Já, ég held að hann hefur séð svona á Facebook að hann hefur verið á Grænhöfða. Já, það var flogi. Icelandair átti Grænhöfða eða hvað það hét. Ætlaði að gera svona sambarilegt og hér að með að hafa þetta svona stopover. Já, og því miður þá greinlega virkaði það ekki en ég var rosa spenntur að fara að nota að hoppa yfir í stað að flogið annars leiði en ég ætla að fara og sjá og reyna að þefa öllu ef það gá hvort það virki Hvað eftir hverju manstu Grænhöfða? Ég man bara man nokkuð vel held ég maður alltaf barn þannig að þú veist, maður var að bjarga köttum og hundum ég var alltaf að biðja mömmu og pappa spyrja hvort ég mætti ekki bjarga þessum kettling kom kannski með svona lúsugan og svona hálf pöttu étin kettling sem var litla á bát eitthvað svo kom ég með hann heim og það alltaf nei út með þetta ógeð það er ekkert nema lís og skorkvíkind á þessu bara strax og ég man að einhvern tímann stal ég svona flugnasprý fór með hann upp á svona þak sem var hægt að standa upp á eða var svona eins og við myndum nota svalir eða þannig og ég var með litlu kettlingana þar og spreyjaði maður sérstaklega þetta einum sem ég spreyjaði mér fannst ég vera svo góður, ég var á bjargunum og myndi mamma og pabbi leiða mér að eiga hana því hann er í hreinn og svo sofnaði hann, ég sá hann leið bara vel og hann sofandi heil lengi og svo vaknaði hann, þá var ég búin að greiða flærnar úr honum og hann var svona skrítinn í smástund og svo fattaði hann alltaf seinna að ég alltaf bara dópaði hann með spreyinu og ég fekk ekki eiga hann það mátti ekki
En jú, þú veist, eins og hérna upp á þessu þaki, það var hérna vasstankar upp á þakinu, það var bara dælt vatn og eimað vatn og ég manna hvað okkur krökkunum fannst sko að þeir var bannað að fara í vatni á svona lítill hleri en þannig að það var algjör sport sko þegar fullorðnir sá ekki til að hoppa hon í tankinn bara því það mátti ekki en maður setti náttúrulega ekkert saman sem merki að svo væri maður að þú veist, drekka þetta nokkrum mínútur seinna. En var svona fátækt þarna og öðruvísi? Já. Besti vinur minn bjó fyrir fram, við byggum í svona blokk, svona 4 hæða blokk sem var eina blokkin á svæðinu og hann vinur minn IKEA bjó í svona olíutunnu að búið að fleti út olíutunnur og raða þeim svona saman og hérna þannig að ég rauninni leitið út svolítið eins og bara tjald eða þannig og hann bjó í svoleiðis og það var ekkert að standa í þetta er bara svona tunna önnur tunna yfir og kannski sett nokkra svona saman þetta meters hátt eða eitthvað þannig að þú veist en fyrir barn þá hugsa maður ekki rökrétt náttúrulega en eftir á sér maður að hvað það var ýkt að fara banku upp á olíutunnuhurðina hjá besta vini mínum og fara inn til hans skríðandi í mold og drullu og það sem allt einhvern veginn þú veist en það vorum alveg lítið eldhús og eitthvað. Það var líklega elda úti eða ekki? Já og veist bara fullt af drasli bara eins og heima á fólki og maður sá þetta bara eins og þetta væri heima á fólki en maður fattar ekki fyrir að maður er fullorðinn að þetta var eitthvað allt annað. Er það en Fengur, hann fór sögðan til Malaví eða ekki og víðar, eða ekki? Eða var það eftir þarna? Nú er ég bara að reyna að rifja upp eitthvað svona gamla blaðamanna. Já, einmitt. Fór hann ekki okkur vatn í Malaví eða hvað var það með hann Feng? Þetta var bátur svona smíðaður hérna á Íslandi? Já, framsóknarmenn hentu og voru stórtækir og vildi þessi fyrsta svona alvöru þróunarverkefni sem við förum í sem þjóð. Hjálpa hana kenna fólki í útgerð og grænaðu eigum og svo var þetta gert í Viktoríuvatni, ég man ekki líklega frá Uganda og svo var í Malaví. Já. Pabbiðin hefur ekki farið með í þau verkefni? Nei, hann var bara þarna grænaðu þeim sko. Og ég og ekkert nema góða minningar. Þetta var ævintýri, bara syndi í sjó og tíma átt í apa og hljómsveitir á okkur torgum að maður bara dansa og þannig að þetta er, þú veist, bara í haustmáman eins og eitthvað bíómynd. Og það er svona samfélagið allavega í Vestur-Afríku sem að þetta tilheyrir nú eiginlega. Já. Þar er hérna svona mjög lifandi þorpið svona. Það eru þessar ringlaga byggingar þar sem að fólk kemur saman og börnin eru utan á mæðurum sínum sko. Fyrstu nokkur árin sko í mikilli nálægð og það finnst mann einhvern veginn hafa áhrif á allt fólk. Já. Ég átti svona alls konar erindi við svona opinberar stofnanir, ég var svolítið í Tógó. Já. Og alls það sem að koma þá var, nei, gaman að sjá þig og hvaðan kemur og það var þessi svona tilfinning að maður væri séður. Sem að kannski í opinberu stofnunum hérna á Íslandi er akkurat á ekki að vera þannig þú er ekki að taka þér fyrir þann sem þú ert þetta er bara það númer sem þú ert eða það case sem þú ert eða ég ætla ekki að láta þið fara að ræra í tilfinningum mínum með einhverju svona persónuleg sögu það var alveg öfugt í Afríku það vildi allir vita hver maður væri hvað maður kæmi, hvað væri svona drífa mann áfram og hvaða væntingar maður hefði og svona eitthvað svona já, einmitt svolítið svona eins og í hérna ég var að reyna að draga upp í einhver ríktri mynd að veri munurinn á Vestfjörðum og öðrum stöðum í Reykjavík, nei, á Íslandi Já, það er náttúrulega munur að fara þú veist, og það er náttúrulega víða þarna í svona samfélögum, þú veist, svona litlu eins og vorum að ræða aðan þú veist, þú ferð til sýslumannsins á Ísafirði eða til sýslumannsins hér þú veist, það er munur og við þekkjumst Það er svo komið eitthvað svona kuldi í samfélagi eins og við höldum að sé eftir svona verður þegar það er komið bara vist margir í samfélagið þá bara mætir kuldin En svo finnst mér sko reyndar líka oft aldrei fyndið að einmitt þegar maður fyrir á svona stofnanir eða eitthvað
hérna í bænum að kannski að því að maður kannski heppinn að vera smá nafn en það gaman að maður hitti fólk og það svona tekur mann eins og maður sé svolítið utan á landistundum ég veit ekki hvort það sé algilt en svo nei, er það ekki vestfirðingurinn heyrðu, ég á frænda hérna Höskuldur smiður hérna eitthvað og þannig ég lendi oft í þessu spjallin ég veit ekki hvort það sé nafnið það kosturinn að vera frægur að þú losnar við, það þröskuldur sem það þarf ekki að stíga yfir einmitt kannski svo einhver annar örn sem að finnur þetta ekki einhver nafnum minn sem að kemst ekki í gegn það var læknir sem að ég fór til í Tókó sem að hafi farið ungur í nám í Þýskalandi og verið alla sinn feril þar og var nýfluttur heim ég held að hann hafi verið svona kannski 68 ára eitthvað og ég spurði hann akkur varstu að því að hann hefði alveg börn og fjölskyldu og allt saman og var komin aftur heim að því að þú kannast við þetta það svo algengt að svona innflytjendur þegar alltaf draumum að fara heim en eiginlega fara aldrei heim sko. Það svona með þannig eitt að fallega í Guðföðnum hann alltaf á leiðinni heim kallir hann svo deyr hann við að rekta tómata eitthvað staðar í Brooklyn eða eitthvað staðar ég veit ekki hvað þið byggu eða Long Island eða eitthvað en það kom ekki heim en ég spurði hann akkur varst ekki bara áfram í Þýskalandi það sem hafði verið að helviti gott þá sann ég get ekki búið í Þýskalandi það bara þetta ekki mennsk samfélag það bara fólk sem að deyr eitthvað staðar og finnst löngu setna og þessi kuldi í samfélaginu bara verða að koma eitthvað heim og finna fyrir það sem að maður þú veist, í raunverulega samfélagi sko. En þetta náttúrulega eitthvað sem að við hérna í okkar heimsluta hérna erum með ykkur og svona, þetta í samviskun okkar að við erum kannski að samfélagi okkar eitthvað alvarlega rángri tók ykkur ranga beygju sko. Ég veit það ekki ég held að ég veit það ekki kannski hérna það er hvað ég að tala um þetta því mér finnst þess að þú setur að reyna að búa til að þú kemur fram sem eiginlega ekki þetta fyrirbrigði nei, þú veist kannski maður eitthvað aðeins á skjön líka en ég allan að eins og núna ég búin að vera í sumar að spila í Hljómskálanum þar komast 45-50 manns þegar maður treður inn Þú ætti að spila í gær og ætti að spila í kvöld Já, ég að spila stundum 4 sinnum í viku eða eitthvað Fyrir hvað marga? Já, 45-50 manns og veist, ég tek bara mótið fólki náttúrulega og ég, veist, mér finnst sko, Reykjavík bara lítill bær og það þú veist, það eru tengingar út allt og veist, mér veist eins og í gær kom ein kona með 13 manns og börn og barnabörn og þú veist þau voru öll skellihlæjandi og löbbuð inn og líka þau löbbuð út og maður, það svo gaman að sjá svona samheldið fólk í geggjum fíling og mér finnst ég sjá þetta kannski ég í ykkur svona skrýtni stöðu náttúrulega kannski þú í annarri stöðu en mér finnst ég sjá víða þú veist svo fallegt líf út allt sem kannski einmitt í fjölmiðlum eða og kannski þetta ekki ég að sjá eitthvað skakt en það ég meina eins og í fyrra fór ég hringinn í kringu landi og spilaði 100 kirkjum í 100 póstnúmerum og einmitt tók á móti öllum veist, ég bara sjálfur í hurðinni Þetta svo litli tónleikar að þú eru ekki efna að vera með móttökustjóra Já, byrjaði þannig og svo þegar kirkjarnir eru stærði og ég kannski átti að efna því það fannst mér bara svona hluti og svo þægilegt að hitta fólk og fólk upp til hópa alveg gjörsamlega yndislegt og ógeðslega fyndið mér finnst oft gleymast sko, hvað Íslendingurinn fyndin mér finnst eins og við þurfum stundum þú veist það náttúrulega ég veit ekki eins og við þurfum að hoppa aftur í eitthvað gamalt til þess að geta fundist eitthvað fyndið eitthvað Laxness eða eitthvað svona skemmtisögur frá því gamla daga eins og heyrist kannski Kanari og það uppistand út allt og það vöndun á húmor það það sem kannski hitt í rauninni undanfærin ár fólki langar að hlæja og vera saman að hlæja
en mér finnst það fer voðalega lítið samt, það er lítið af sjónvarpsefni allan, ég get ekki tala um sjónvarp því ég horfi vel aldrei það en þú veist mann til dæmis bara eins og Jón Gnarr sem er svona laddi minna kynslóðar þú veist þeir komið með hvað heita það Fósbræður og ég man að þegar fyrsta serían kom þú veist, öll kynslóða mín fór að tala eins og allir í þáttunum og allir þessi frasar þú veist, menn áður fyrir var það mitt bara eitthvað laddi með úr heilsubælinu Gerfakarfi eitthvað og svo áttu við loksins fulltrúa sem að gaf okkur svona grín Já, ég að gera þetta Já, og alls konar svona úr raunveruleikunum en kannski bara er það því að ég er gamall þannig að ég sé ekki nógu vel hvað er í gangi núna Þú ert að tala um hóp sem á sér sameiginlega menningu og sameiginlega tilvísanir Já og það er náttúrulega sumlítið að samfélagið að breyta það eru kannski 20% sem hefur enga tengingu lastið sér heldur reyndar að hafi rofnað sko fyrr, ég veit ekki, þú ert svo gömul sál. Já. Ég hef upplifið það svolítið að vera eiginlega svona við mína kynslu þar sem þetta fór að rofna því ég held að maður yrði bara að kunna Laxness og Þórberg og Íslendingasögunar og allt ótið bara til þess að geta tekið þátt í samtalinu við kvölduraborðið. En ég hef svona grunum að þessi sonu minn sem er nýorðið fertur. Já. Ég held að hans kynslu hafi ekki upplifað það. Nei, það er þyrftu að Nei. Það var kannski nóg að kunna fóstbræður Einmitt. En ég ætlaði bara að segja ég skynja að það er líf og samheldni þarna sem að ég allavega sé þarna út all land og líka í Reykjavík. Já, ég sé hana líka vegna þess að hluta sögunni sem að verið skýring á það sem ég er að tala við læknin í Tókó er að hann er að lýsa því hvernig er að vera svartur í Evrópu. En ég er hvítur í Afríku og það er ekki hægt að líka því saman sko. Þú ert borin á höndu þegar þú ert hvítur í Afríku. En þú ert hrakyrtur og skilin eftir og mjög erfitt fyrir að komast inn eða þú ert svartur í Evrópu. Það er hluti af sögunni. En svo er það líka þannig að mér fannst að koma svo fram þegar jarðhræringarnar voru í Grindavík þegar maður var að tala við Grindvíkinga. Og þá töluðu þeir og það var náttúrulega fundur niður í Laugardalshöll sem voru rosalega reið yfir viðbrögðum og skilningsleysi stjórnvalda og allsins svona opinbera kerfis. Þess vegna var ég að minnast á svona embættismenn á áðan. En svo töluðu sko hjálpina sem þau fengið frá fólki, með viðtalið fólk og það var að lýsa því að það bara skrifaði eitthvað á Facebook, sko, mér vantar allt, ég þetta skilja alltaf eftir. Og svo bara klukkutíma seinna að þá var það að keyra á milli að sækja dót, allir til í að gefa þeim kaffikönnu og stól og ég grét á milli þar sem ég keyrði og það var samfélagið sem þú ert að lýsa og það sem var samfélagið sem þú ert að lýsa. En sem erum við með eitthvað svona samfélag sem á að halda utan samfélag okkar sem er kannski einhver tengslu við sko, hvernig hjörtun slá sko. Nei, mitt. Það er kannski. Já, það er eitthvað rof kannski þarna. Já. Hvernig lögum við það? Ég veit ekki. Það er að með að taka kostin á þorpinu og blanda þið saman við kostin á borginni, en ekki öfugt. Taka gallan á þorpinu og gallan á... Ég veit það ekki. Það veit ekkert. Þú sagðir áðan hetjurnar þínar. Það er Bubbi. Já. Eða svo þessum voru að túra. Já, bara öll íslensk músika. Þetta, þú veist, ég bjó í Breiðholtinu á Rúlingu, þá var það Bubbi, Káká og Maggi Eiríks og það sem var bara í gangi náttúrulega og Bjartmar og Megas og svoleiðis. Þetta er svolítið góður hópur. Eru ekki bara svolítið sterk í þessu? Mér finnst það. Þetta er allt frábærir sem við nefndir. Stórkostlega listamenn. Og svo náttúrulega, þú veist, svo kannski kom seinna aðeins hjá mér en kom líka þannig að svona stuð og stemming, stuðmenn og þú veist, með grín og sprell og svona svo þessi sveitaballamúsík líka og þú veist maður alltaf Ragga Gísla er alltaf algjör snillingur þú veist, fegurðardrottning, það er bara geggjulega og Maggi Eiríks hefur samt átt kannski svona mjög stóran hluti mér, finnst mér, það er kannski blúsin sem og Káká líka sem tengir okkur aðeins á okkur dýpara leveli en svo líka bara, þú veist, Riðsæðlan og Björk og allt þetta. Þá þú orðin svona þroskari? Já, þá var komin í menntaskóla og farin að
reyna að vera cool eða eitthvað, nei, þú veist, og ég hlusta mikið um þetta á íslenska músík. Veist hún geggjuð. Maggi Eiríks, hann mjög svona lipur í laglínunni. Hver? Maggi Eiríks, lipur í laglínunni. Já. Það ekki allir það. Nei. Já, hann nær að orða hluti á þess að hljómi uppskrúa en það samt snjallt og það ekki endilega tormelt en það samt ykkur Gæti verið sagt á ykkur dekkjaverkstæði. Gæti verið sagt á dekkjaverkstæði en svo koma 2 línur saman og það líka heimspeki. Já, eins og ykkur á dekkjaverkstæði sem með pocketbók í vasanum sem hafi sagt þetta. Hann algjörlega uník með þetta Maggi. Hann enginn að vera jafn einhvern veginn lipur og bara hann alvöru listamaður. Ég spyr fólk að einu líka að því að safnast upp sko, þá er svo gaman að bera saman þegar maður 12 ára og þá var þú eiginlega bara nýkominn aftur heim. Já, var ég komin í Breiðholti. Þá veit maður alveg að maður verður svona fullorðinn. Já. Þú veist, maður byrjar að átta sig á því að þetta tímabundið ástand að vera barn. Já, einmitt. Maður að sleppa, sem leiðist að vera barn, vilja helst tilheyra fullorðinseiminu. Hvernig varst þú? Ég naut þess. Það að vera barn. Ok, en alltaf þegar maður 12 ára. Já. Þá fer maður að gruna að maður verður eitthvað eða. Einmitt. Hvernig ætla ég að vera þessi fullorðin manneskja? Hvað? Heyrðu, ég var mikið í íþróttum þegar ég var svona úlingur. Og svo flutti ég út í Hrísey þegar ég að fara í 10. bekkin. Ég veit ekki hvað maður 14 ára. Og þannig 15 að verða 16. Já, eitthvað svoleiðis. 10. bekk. Þannig að ég fer út í Hrísey sem íþróttakrakki. En svo þar maður sem heitir Kjartan Hallur Gretarsson, alltaf kallaður Kjartan H. Gret. Og hann var ljóðskáld frá Skagafirðinum, nokkrum árum eldri en ég, var í háskólanum í bænum. Og það eiginlega tengdi, sko, kannski var Gunna frænka mín sem ég sagði þetta upp áðan, vorum að jarða hérna þegar ég að semja Stingum af, miklu uppaldi. Hún safnaði ljóðabókum, þannig ég held að hún hefði plantað hjá mér, hún var að lesa fyrir mig, ég var krakki og lefa mér að fletta. Og hann einhvers konar virðing við og svona eitthvað líka duluð við þetta ljóðadót. Og svo þegar ég hitti hann áður en ég fara í 10. bekkin og ég vinn í frystihúsinu í Hrísey og hann situr oft svona aðeins til hliðar og að lesa í bók eða skrifa í bók og talaði sem skáldið. Og ég man að ég var svo hugfangin að þetta var annar heimur sem ég hafði aldrei hort inn í áður í rauninni. Og mér fannst hann eitthvað aðlaðandi. Þannig ég fór til hans eitt kvöldið eftir kvöldmat og spurði, bankað upp hjá hann og sagði hann að ég væri að hugsa að hætta að vera íþróttastrákur og ég geti vel ímyndað mér að vera bara listamaður eins og hann og hvort hann geti kennt með það. Og hann var til í það, hann sagði, komdu bara hérna á miðvikudögum eftir kvöldmat og við skulum fara í þetta bara. Og ég kíkti á hann þetta sumar á miðvikudögum eftir kvöldmat og stundum oftar og við urðum bara ágætis vinir held ég. Og og það má vel að segja að ég farið úr joggingalanum og í mokkakápuna sem ég ennþá í. Og þannig að ég á margt honum að þakka. Og ég man að þetta svona augljós breyting á okkur 2 mánuðum. Þannig þetta bara ungur drengur á síðgelgjunni sem að mig langar að vera svona eins og þessi. Já, og kannski líka að hlaupa í hináttina. Af hverju? Er bara búið með það eða? Nei, það eitthvað í mér oft langað alltaf að hlaupa í hináttina. Svona mótþroskur. Ef fólk verður að segja að þú sért eitthvað þá fer það að sanna að þú sért það alls ekki. Já, skrítið mig ekki en það gagnast mér ágætlega í músíkinu. Dylan hérna 2 áður, nú get ég nefnt hann aftur, hann akkurat svona. Hver? Dylan, hann þolir þetta ekki. Nei, það er bara leið og allar að setja hann í boks og þá hann bara fyrir að gera eitthvað. Það var eitthvað sem að misti út úr sér, það var að kvarta yfir eitthvað, það var svo mikið kommersialismi orðið í poppinu, það var allir að leika í auglýsingum og svona. Dylan aldrei gett þetta. Bara korteri seinna var hann komin að auglýsa bíla. Ég skil hann vel. Það er einmitt. Og mér finnst það líka, það er einkennandi fyrir vestan, það er annarhver maður með mótor og þrjóskur. En íþróttadrengur sem að vill verða listamaður, hvað er það eiginlega að vera listamaður? Sko,
Er það staðan í samfélaginu eða er það einhvern veginn attitút í sálinni? Eða? Ég held að það sem mér fannst aðland, ég er les- og skrifblindur og gekk illa í skóla en er með alveg endalaust af hugmyndum og alltaf haft gaman af sögum en ég las aldrei sögur þegar fólk var bara að segja frá svona og horfa á bíómyndir og hlusta á músík og þannig að ég held að þú veist ég sá alltaf eins og það var eitt ljóð sem að mér fannst eitthvað svo merkilegt í ljóðabókinu hans. Það var eitt orð á blaðinu og það var egg og var held ég lengi styðsta ljóð Íslandssögunnar. Og ég fannst bara þetta geggjað. Þetta er heimspeki, þetta er fagurfræði. Það er allt þarna í einu orði á einni blaðsíðu. Þetta er svolítið svona rekkur líka. Og svo kvikindisskapur, húmor þetta er svo margt og ég sá þetta og hann er lifandi manneskja og hann má gera þetta og ég veit að örugglega sem úlingur og barn, þá er gaman að bara maður hverfur, maður horfur á flug í glugga og allt í einu er maður búin að búa til samtal þarna milli, ég held að flestir leikið sér svona en ég held ég er alveg samt með svona frjótt ímyndunarafl og sá, heyrðu, kannski er þetta eitthvað fyrir mig og auðvelt með að hverfa inn í eitthvað svona ævintýraheim og ég held að það hafi kannski verið þetta aðdráttarafl sem hann hafði að kannski er þetta leið fyrir mig til þess að opna og leyfa mér að fara í eitthvað skringilegt sem því það var í rauninni ekki í fjölskyldinu minni var í rauninni ekki svona atvinnulistamenn eða eitthvað fyrirmynd. Nei, og ekki svona myndirðu það var samt með menning á heimilinu, eða ekki? Jú, og veist, pabbi spila á kassagítar og það var mikil músík í þeim, báðum og svona stuð. En enga fyrirmyndir þá sem hafa tekið þetta? Nei, það var mjög langt í káka og bubba, sko. En leiðin frá því að ungu maður eða ungu drengur segir ég vil vera listamaður og þangað til að finna rödd sína getur verið ansi löng. Já, ég hugsaði, ég held ég aldrei hugsa endilega, þú veist, kannski var þetta bara ótrúlega fyndin tilvílun að ég hitt hennar gæja og sagt orðið listamaður, það er náttúrulega næri utanum svolítið margt. Ég var ekki með einhverja hugmynd samt í hausnum að verða tónlistarmaður eða rithöfundur Ég vildi bara þetta svæði. Já, þetta var bara, þetta er eitthvað spennandi. En svo bara var raunveruleikinn þannig að, þú veist, ég skrifaði ljóð og svona, örugglega út af honum bara. Svo var maður að leika sér og gá út svona ljóðabækur litlar og var að gefa fólki, ég var úlingur í kjölfarið og svo var maður að glamra á gítar og svo Áttu þessar ljóðabækur? Nei, ég held ekki en það verður gaman að sjá hvað kemur upp á kassan, ég veit ekki, ég var að flytja í gær En heldur að í þessum ljóðum sé listamaðurinn þú? Já, ég veit það Það var bara komið strax? Já, ég hef alveg líka bara stólið frá sjálfum mér í nokkur lög Þú veist, það voru línur sem hafa lifað með mér Frá því var svona 17? Já. 16, 17 okay. En það marinar svo einhvern veginn og veist, þetta var alltaf þarna veist, en á endanum var þetta ég og gítarinn eða ég og tölvan Þetta er samt svona sérstök sköpunarsaga og þú sérð mann ákveður að segja og hann opnar og setur þið í kvöldskóla í akademínu sinni og þú kemur bara sem listamar út í mokkasínsjakka Ég veit ekki, svo hann saði mér þú voru bara að byrja að lesa hefur lesið eitthvað? Ég hef aldrei lesið eina bók og ég hef eiginlega alltaf hætt að lesa á fyrstu blaðsíðu meira sér í smásögum í skólanum það var leiðilegt og hann segi, þú þurftir eiginlega að lesa eitthvað ég veit, fyndu eitthvað með Laxness sennilega best, hann nóg til á honum á bókasafninu og fyndu eitthvað og lestu það og allt í henni fannst mér að það var bara spennandi víst að hann baði mig það listamaðurinn úr Skagafirðinum og þá sko gati mótrúður á skuluna og þá las ég heimsljós
og ég held að það var líka svona slembilöka því þar var eitthvað maður sem var svona til hliðar í samfélaginu að reyna að vera eitthvað en var ekki neitt nema vonin og eitthvað neisti sem að eitthvað draumur ótrúlega upphafning gröfulega á listinni. Guðbergur sagði þessa bók að þetta væri svo rauðgrautur sem að 14 kettlingar hefðu grenjaði hún er svolítið væminn það hendur ábyggilega mjög vel 16 ára ég held að það hefur verið fullkomið sko. Þannig að allt í einu sér maður eitthvað naumingja sem maður samsvarar sig við og langar líka að vera listamaður þannig að og svo rættum við þetta og svo lesa fleira bækur bara og hvað var þá lesblönduna? Jú, ég les hægt og seinna fekk ég aðganga að blindarbókasafninu og þannig að það datt inn sko, hann var algjör gæfa ég var sendill hjá Kaupþingi 2001 og eftir að ég útskrifast á menntaskóla og átt þá þína sök á hrauninu? Ég eiginlega byrjaði þetta og kendi þeim allt tekið allt á mig en það var svo skemmtilegt jobba því að þá var ég með bara bíl til umræða kassutæki í bílnum og skottið fullt af hljóðbókun og þannig að mér finnst ég sko það hafi eiginlega verið meiri skóli heldur en menntaskólinn þegar ég var í honum gæti maður rúndaði bæinn og hlusta á bara endalaust og þá ertu að hlusta á eiginlega hvað sem er og þetta ekki svona eða bara kom svona tímabil bara allt í einu snobbaði maður fyrir einhverju það rússnesk element eitthvað amerískt bítskáldin eða eitthvað það hjálpar mikið í blúsnum að lesa Dostojevskí hann er geggjaður það voru góðu dagar á rúndinum fyrir Kaupþing hlusta á hann, Jesús minn Þannig að það kæmi 15-16 ára gelgjudrengur til þín í joggingala og hann segði þú vilja vera listamaður mundur þú gefa hann þetta ráð farðu og lestu horfðu og lestu Ég vildi óska þess að ég geti bara bent hann á Má Kjartan Nei, ég veit ekki ég held, það var líka ég hugsa eftir á þá sér maður að samtalið þú veist, það að vera að gera þetta er svona eins og margir geta ekkert keypt sér kort í ræktina þeir nota það ekkert en ef þau kaupa sér engaþjálfara í ræktinni að þá, maður gerir svo margt fyrir annað fólk þótt að það sé fyrir mann sjálfan eins og ég fekk mér hund til þess að þurfa að fara með hann út að labba það er svona skrítið hvað hausinn á mann er ruglaður sko sem maður geti ekki labba bara út og tekið 2-3 kílómetra göngu þannig sem maður þurfi að eiga hund sem að nuðar í manni það er svona skrítið Er þetta að meina þetta ef það kæmi 15 ára drengur í joggingala og hringdi bjöllur í það sér og segði mér langar að vera listamaður eins og þú þá myndur þú segja, heyrðu, talaðu bara við hann Kjartan Það verður besta svarið að hann er góður í þessu Já, allan mig og veist, það var líka það manni þegar maður er ungur þá þarf maður uppharningu eitthvað liti og ég man, þú veist, ég kom með hann skrifaði hann ljóð og leiði mér að lesa þegar við kemum næst í kaffi og hann er svo, þetta finnst mér þetta er aldrei gott og þá skýrst maður upp til skían og þá fær maður ykkur hormón og hann þessi og hann er búin að gefa út ljóðabók hann er á Skagafirðinum þetta er, ég á séns og svo, ég myndi kannski endur skrifa þetta eitthvað og svo gerði maður það og sýndi honum já, þetta er sniðugt og svo sýnir maður þannig að maður er svona móttækilegur en maður þarf þetta mentor element er mjög mikilvægt held ég þá sett mér rétta meistarann En ef þú horfir aftur, því þú vilt vera listamaður, þá er eitthvað þráður í æskunni eitthvað sem að það benti til þess. Segjum bara þess að þú verður að koma út úr skápnum. Þú grunar aldrei að þú verður út úr skápnum. En svo þú gerir það 15 ára, þá sérðu það, 12 ára, þessi er bara leiðund úr skápnum. Sérðu eitthvað svona þess að? Já, algjörlega. Þegar þú lýsir þess að sé eitthvað svona listrænt taug, er raunverulega áður en að þú hefur nokkur tæki í höndunum til þess að framkalla. Já, þú veist, það var gaman að syngja og dansa og búa til rugl
Þetta með flugurnar í glugganum og Já, sem ég mónolóka fyrir flugu í glugga. já, og einmitt. Og líka bara, þú veist, ég maður þeim eins og, þú veist, maður átti svona skemmtilega frændur og svona í Bólungavík og ég man að eitt frændi minn sagði, sérðu Indíánana upp á fjalli? Og þá sá maður hann. Já, það er Indíána upp á fjalli. Og svo allt í einu komið geggjuð saga og þú veist, svo allt í einu fer maður til mömmu og segir henni og maður trúir því að því að þótt að það byrji í leik, allt í einu er þetta orðið sannleikur, að manna að þetta er svo skemmtilegt. Og maður er kannski bara einmitt fastur þarna, maður er ennþá í þessu reyna. Svo börn er svo meðtækilega það getur verið að frændin hafi ekkert séð Indíánan. Nei. En hann hafi raunverulega upplifað hann í gegnum við að þú sást hann. Já. Og ég maður líka, ég veist, einmitt, í sveitin á Gunnu frænku. Maður var alltaf eitthvað, maður var heimalingur sem að þetta að gefa hann nokkur sem að dag. Þetta var lappið svona hæð og allt í einu var ég vissum að það var því ég var búin að sjá eitthvað í sjónvarpinu og svona leyniskitta í einhverju bíómyndin, ég sá ekki alla bíómyndina en ég var alveg vissum að hann væri í fjallinu og ég þurfti að fara að nota allt sem ég átti til þess að leika á hann í nokkra vikur. Hlaupa zigzag. Já, að fara bak við traktorinn, hlaupa, taka kottnís. Og heldur að sumir séu svona, en aðrir ekki? Ég held að það sé allir svona, en ég held að þetta þroskist kannski bara úr fólki. Að fólk drepi þetta? Já, það kæfir þetta aðeins. Og listamennu séu þeir sem ekki kæfi þetta? Já, eða geta það ekki, einhver leyti. Og þú hafðir ekki varlega? Jú, örugglega. Já, okay. En ég samt að það er líka, veist, ég minn eins og, ég var einhvern tímann að tala um einhvern daginn að eins og sko margir með geggjaða hæfileika en gera voðalega lítið. Þú veist, með klikkaða tónlistamenn sem er alveg súperfærir, en þeir eru ekki að búa til, þú veist, en þeir eru snillingar að endurflytja eitthvað. Eða gera sína útgáfa af ykkur öðru sem aðrir hafa búið til. Og það er sko mér veist ef það væri dómnefnd að þá, þú veist, eða alltaf bara skoða textana mína eða bara skoða hæfileika minn sem söngvari eða hæfileika minn sem gítarleikari eða hæfileika minn til þess að taka upp og gera þetta, þá held ég að það væri og þetta er náttúrulega hljómar eins og okkur hlétrækning en þá væri þetta ekkert endilega. Þú fær bara 6,5 í hverju? Já, ég myndi slefa 4,5 en þú setur allt saman að þá held ég að sko sem að gerir það sem ég hef verið að gera áhugavert er bara, það er svona úttalt Það er líka það sem ég var að reyna að segja áðan þegar þú varst að spila lagið, ég var að segja það sem að fólk var ekki að biðja þig endur að spila á kassagítar, heldur værið eitthvað svona fílingur sem er að það, sem er náttúrulega aldrei hægt að sko gefa einhvern. Nei, akkurat. Og það er kannski spurningin um það að vera með hæfileika. Þú sagðir eitthvað í mann áðan að meðal líftími popparana væri kannski 3,5 ár. Já. Og þá er það líklega vegna þess að þú ert með sköpunargetuna og einhvern veginn ertu í takti við sjálfa þig á þeim tíma ævinnar, þannig að það verður til út úr þessu eitthvað. Og ég var að segja að svo eldist fólk og það er svo fáir sem að kannski náði að halda áfram sköpuninni þegar bara lífið hefur breyst og þú ert bara orðin öðruvísi vegna þess að við erum alltaf að breytast. Þannig að einhver leiti er listin líka ræðst af því hverju geta þín á því að búa til list í því ástandi sem að þú ert sem 25 ára og 35 ára í basli eða í sjálfsefa eða eitthvað leiti held þetta svo líka það allavega þess að sko kalla sem að við erum að tala þú veist Dylan og Chris Kristofferson og Bubba og K.K. og Magga Eiríks sem við höfum nefnt að þetta maður getur eiginlega séð þetta á svona það mismunandi á æviskeiðunum hversu skapandi þeir eru. Já. Ég held að ég sé þú veist, það er líka áhugavert að þegar maður séð bæði sjálfum sér og öðrum að fólk stígur fram og það á kannski smá uppsafnað af efni og það býr til efni í leik
þú ert ungur þá gerir það og svo lendur í því að það gengur eitthvað hjá þér og þá verður þetta að vinna og fólk lítur svo á sko ég veit ekki alveg hvernig að koma orðum að því en það er eins og það þvælist fyrir fólki að því að það vill að þetta sé áfram leikur eða eitthvað svona smá svona, sem fólk festist í sko að því að það kemur ekki náttúrulega að þá er það búið að missa það eða það er ekki hittari segjum að þú semur lag og tvítur og þú átt einn hittara svo gerur 3 lög sem verða ekki hittarar og það er yfirleitt nóg til þess að drepa þá neista niður því að það er svo mikil sjálfsgagnrýni ég er ekki með það, ég er búin að missa fyrst að fara, ég er búin að sanna það að ég er ekki það sem ég var ég er bara one hit wonder já, og þannig að þú setur svo skrýtna kröfur á lag nummer 4 og 5 og 6 en fólk þarf náttúrulega að lefa sér að búa til þú veist, ég held að hlutfalli á að vera eitthvað en 10% í lagi en þú er að búa til hinn 90% til þess að eiga séns á einhverjum svona 10% en það er það sem deyr oft við fólki því að það kemur ekki strax eitthvað sem allir elska eða gengur upp hjá þeim eða þeir elska sjálfur það var hérna þegar Japanir voru að kaupa Sony hérna ekkert 1990 já að þá var að vera útskýrað fyrir hvernig businessi væri og við framleiðum svona, segjum að 10 myndir og þá var einn sem er svona blockbuster svona kannski 2 svona sleppa og svo töpuðu það hinum 7 já. Og þá sagði ykkur bókarinn hjá Japanunum en okkur framleiði ekki bara hérna blockbusterinn já það er náttúrulega ekki hægt nei, þú verður að bæði að vera með mistökin en svo ertu að ykkur leiti eftir að segja það að þú ert bara svo heppin að fengið að vinna við þetta þannig að katalógurinn þinn er orðin svolítið stór já. Þannig að þú getur túrað eiginlega endalaust Já, það hefur verið sem að sá sem er bara nýbyrjaður getur ekki að því hann er bara með svo þunnan katalóga og bara eina hittara og 2 sem eru í lagi en 7 sem eru bara ekki góð já. Þannig að þú getur fyllt það upp með eldri lögum Já, það er alltaf luxus maður vinnur sér inn kannski en þarna já, það er bara þetta er samt vinna kannski eitthvað sem ég ætla að hendi neitt náðan þú veist að þetta er svona eins og álvarík að vera listamæður eða sérstaklega poppari eins og sést bara með það eða ekki með það er ekki þannig en það er ekki þannig, þetta er eins og hver önnur vinna duglugu eru heppnir já Heyrðu, hérna að því að við erum hérna með drengi sem er byrjað að yrkja og svo erum við með hérna unga mannin sem ætlaði að fara að vera raftónlistarmaður og vera góður í upptökum og alveg inn í svona rafmagninu í kringum allt saman. Og svo fæðist þarna Múkisson hérna úti á Karikubar og tekur hérna eitt og eitt lag sem að togar í því að þú verður. En þetta sem að þú vildir verða en varð ekki, þessi raftónlistarmaður, eigum að vera bara fegin að hann fekk ekki að Nei, saknar hans? Já, þú veist, ég meina þú veist þetta upptökudof, ég meina ég teki skert þessa plötur og þetta við nýst mér rosalega vel En ekki eins og sást fyrir þér? Nei, ekki eins og ég sá fyrir mér en svo sko það eins og það atri ég var svona raftrúpador fyrstu kannski 4-5 árin og þú veist og þannig túraði ég heiminn og veist, náði ykkur á svona klukkutíma þannig að það mótaðist allt saman og þetta koma fram og í rauninni þú veist, og vera barnlaus á þessum tíma og vera bara uppkvæta heiminn og þannig að maður lagði grunna ykkur veist, ég gerði í rauninni 2 plötur í þessum heimi og ábyrgðarlaus gagvart öllu nema sjálfum mér og veist, það lagði eitthvað grunn og það nýtist mér ennþá veist, hérna ég er að taka upp og editera eða að gera þetta og mér finnst samt að ég sakna oftar af trúbadorsins ég hef sagt að við vinum mína veist, árlega að hann sé alltaf að fara að endurfæðast og ég er með einhverjar rosa hugmyndir hvernig það á að gerast og hérna en þess að þú mætir með 12 já,
Og syngur lítið. Ég hugsa að ég búin að læra eiginlega að syngja á þessum 20 árum sem ég hef verið með gítar en ég myndi þóra að syngja núna. En ég veit ekki, þannig að mér finnst þessi raftrúbador, hann er ekkert dáinn, sko. En hitt samt dominant. En kannski kem ég sem róbot í viðtal. Þú ert svo langt eftir, sko. Þú ert eftir duettaplötuna. Þú ert eftir plötuna með það sem þú tekur coverlög eftir aðra. Já, einmitt. Þú ert þetta allt eftir, sko. Já, þetta allt eftir. Það er rétt. Johnny Cash náði hvað var ekki 5 plötur þannig eiginlega næstuð á Danabeðinu bara. Já. Hann alveg að hún bara farið röddinni í síðustu. Já. Hvernig finnst þið það, þessar síðustu plötur? Þessar Amerikan plötur. Ég er í menntaskóla þegar. Þegar það komu. Og hann var náttúrulega bara glemdur á mestu leyti. Já. Fyrir utan ykkur örfáa plötur, gamla daga. Já. Og þannig að þetta endurlífgaði tenginguna, mín kynslóð á sennilega bara mista á honum fyrir utan nokkra nörda. Og það var margt og hann var líka að covera alls konar efni sem að mín kynslóð. Ykkar músík. Já, okkar músík. Og það var kannski það besta í þessu. Já. Það var ekki allt gott, sko. Nei. Sumt var svona eins og væri verið eins og var sagt Rómveri að vera að selja líkið af ömmu sinni. En sumt er alveg brjálæðislega gott, sko. Já, alveg reynd. Og hann var náttúrulega frábær maður. Var ótrúlega stjarna í Ameríku á sínum tíma. Já. Með sjónvarpsþætti og mjög rausnalegur. Hann bauð öllum inn í þáttinn og notaði sko sína stöðu til þess að lyfta öðrum. Já, sumir segja hann að vera síðasta alþýðustjarnan. Já. Eins og hann, kannski eins og Woody Guthrie og fleiri svona sem að sko fólk að nálgast hann. Já. Sem að Dylan, eins og ég nefndi hann í 4. skipti, sem að hafnaði með því að keyra í burtu á mótorhjólinu, sem að tekur bara einn. Já, þetta er bara vesen. Þú ert bara stjarna og þú ert fólk. Já. Og þannig er nútíminn náttúrulega. Það er skríllinn og stjörnurnar. En ég var að taka upp hérna með Gauknum og við vinnindi vorum saman hérna í nokkra daga í stúdíó í Nashville og þar var kontrabassaleikari og hljómborðsleikari. Kontrabassleikarinn var á ykkurum af þessum að 2 síðustu plötunum hjá Johnny Cash og það var augljóst sko hversu vænt honum þótti hann og það var genjun, það var ekki maður finnur náttúrulega þegar maður hittir fólk og maður er kannski með smá fordóma bandarækjumanni hvað hann er tilgerðarlegur en ég fann það með þennan mann hann þegar svo var að lýsa því að þau keyrðu hann átti heima hann rétt fyrir utan Nashville og með stúdíó heima á sér og þetta er náttúrulega bara sessjómenn og það er svolítið annað koncept en við þekkjum hérna heima að því við erum alltaf að vinna með vinum okkar en þannig er þetta bara oft á tíðum eins og vinnudýr þú veist þú bara ræður fólk og þú stendur þig og þú skalt standa þig annars fréttir bransinn að því og þú ert út þannig en Johnny Cash var ekki að þeim skóla heldur fyrst og fremst manneskja og vinnur og bauð öllum inn fyrst í mat og spjallað og svo tekið session þegar allir orðinni tengdir í gegnum bara að vera manneskja en ekki vera að keyra klukkuna á peningum. En þú ert mikið að spila með vinuðinum og íslenska tónlistasennan er náttúrulega svolítið hún er lítil og já, það er nú að besta Nú? Já, sko, það er algjör það er rosalega plús, það er örugglega meiri plús að því að við erum bara systkini ég fann það sérstaklega maður að keyra á vestan og koma að syngja á ykkur þú veist, ég veit ekki fyrir Landsbankan eða eitthvað og maður hittir kollega sína og það er yndislegt samheldni og líka bara þetta er svo skapandi fólk og svona en mér finnst þetta er alveg bara eins og í fótboltaliði eitthvað við erum tím og við skiljum hvort eins og áðan A-fundurinn það er samsvörun og við erum saman í þessu. En þú varst í Nashville en þú tókst hljóðfæraleikara með þér? Nei, sko, við fórum 3 vinir bara að kíkja á félag okkur og varst ekki að taka upp þar? Ég tók upp 1 lag
og þeir tóku, það var hérna K.K. og Jón Jónsson, við fórum 3 saman þannig að eitt lag á kjaft en við vorum bara aðalega, þú veist, að kíkja á Gauk vinn okkar sem er munnurspurleikar og hefur búið þarna og er sessionmaður og hann fekk nokkra vini sína til þess að koma að vera með okkur með sessionleikara Já, þetta voru lokal sessionleikarar og alveg geggjaðir, það var ótrúlegt að sjá þeir byrjaði að vinna klokkan 10 á mótnana og sko þetta er svona tvískiptu dagur eiginlega og sumir fara á miðjum degi þá í annað stúdíó og klára daginn þar þannig að þeir eru að vinna, þú veist, allan til 6 frá 10 til 6 og oftast eru þeir að gera eitthvað á kvöldin líka og meina eins og sérstaklega þessi 2 sem voru þarna sem við unnið með öllum að þú veist, það voru augljóst að þú veist, músík, þetta er eitthvað smá hlutfall að lífið en þú gerir þetta allt árið kring alla daga að maður sér það bara hvernig hljóðfærið og listin er bara og þeir náttúrulega spila inn í hefðina líka þeir eru bara í þessu boxi sem er svolítið þykk svona ameríska söngbókinu þykk Já, og þannig að það, þú veist En er þetta ekki þannig menn sem að hérna, þetta er bara eins og að sé verið að kasta í tískusýningu að mér vantar hérna þessa því að hún er svona ljósarð og svona stór og mér vantar hérna bassaleikara því að þetta er sound í honum að því ég er að raða saman hérna og svo vil ég fá hérna stálgítarleikaran hérna að því það er eitthvað svona eins og að sé svona smá wild hérna sem að mér vantar menn eru valdir svona og þar er leiðandi ferðu alltaf á milli og ertur yfirlega alltaf að endurtaka þú ert að gera það sem að einhverju leyti, Þannig að þetta getur líka orðið svona því að þetta er náttúrulega stórkostlega hljóðfæraleikarar sem að þeir fá kannski ekki að spila sína getu Nei. En samt sko, svo er verið að kokka mönnum saman þú veist, þannig að eins og ég sagði þú veist, þetta er náttúrulega réttrúnarkirkja að mörgu leyti, svona tónlistastefnur og maður sér alveg eins og í þessu ameríska country sem að ég er ekkit rosalega inn í nútímanum endilega en smá er sem að kannski kalla alternative country og þú veist þetta, eins og ég var að horfa á Country Music Awards og ég var að viðkenna þetta var ógeðslega leiðilegt efni og þetta uppskrúaða púðraða þetta er bara eins og að horfa á okkur Barbie show þú veist það þannig En svona er þetta náttúrulega Gríman og Eddan og þetta er leiðilegasta sjónvarpsefni í heimi. Já, ég veit, en það er samt þarna, þú veist, sú tegunda músík sem er í forsvari fyrir country í heiminum. Þú veist, hún er pínu einhvern veginn þykjó, eða svona, finnst mér, hún er alltaf bara snobbari, en svo er samt, þú veist, eins og þessi sem vann hvað heitir það, Grammy núna, og einmitt Gaukur spilað á þeirri plötu, Sierra Farelli eða eitthvað svo leiðis. Þú veist, þannig að hún semur nokkuð hefðbundin lög en hún nær að brjóta upp feeling hún er aðeins meira arti þannig hún er með einmitt pedalstíleikaran sem að gerir klísurnar en svo er hún með banjóleikara sem er ekki fyrst og fremst banjóleikari heldur gítarleikari og þú veist, hún er með munnurpuleikara frá Íslandi og þess vegna, þú veist, þótt að flestir sem hlusta á þetta myndi bara hlusta og heyra country eitthvað skona músík en það er hérna þetta mismats svona leit að ykkur og fyrir vikið verða spennandi listi þarf að vera leit hún þarf að vera það hún er leitin frekar heldur en svarið svarið þáttu bara komin í pólitík sko. Já, svo viljum við mitt eins og varum ræðan það heit óvænta, það verður að vera það pólitík, Bubbi pólitískur KK syngur eða söng allavega öllum svona góðgerðar mótmæla stöðu. Aldrei eða tilherið einhverjum flokki. Nei. Það er hluti af þessu trúboðurinn að vera, eins og ætti að vera kannski bara með háskólaprófessorinn að hann hafi einhver rödd í samfélaginu að nota hann einhvern veginn til þess að bæta samfélagið. Ert þú pólitískur? Ekki út á við. Hef ég, ég mani mig, þegar ég var að byrja og bjó á Ísafirði þá hringdi samfylkingin í mig en ég vissi ekki að vera samfylkingin það var bara, við erum hérna með fund getur þú komið og spila við borguð þér 20 skall ég svo bara gegja það mæti og tek það og
svo man ég að kom í fréttablaðinu eða eitthvað staðar kom Múkisson á samfélkingafundi og eins og ég hafi verið í hluta ykkur pakka og í sömu viku spilaði ég þá hringdi Davíð Oddsson eða ekki hann, heldur ykkur vinur hans og Davíð að koma vestur og það voru alþingiskosningar og var að spá okkur vantar svona smá ressingur svona á milli atriða. Ertu ekki til að koma að spila? Ég borgaði 20 skall. Það er bara snillt. Og ég man einmitt í sömu viku þá er ég eins og ég segi að styðja Sjálfstæðisflokkinn og Samfylkinguna. Þannig að einmitt og svo fer maður á kaffistofur eða hitti vini sína. Það var þetta svo mikill leiðinda miskilningur einhvern veginn. Og ég var að viðurkenna, ég hef kosið flesta flokka á Íslandi. Þannig að oftast er ég að kjósa bara vini mína. Óta Proppi fór í framboð. Það var ekki spurning. Þannig geggjaði það gaur. Og þannig hefur þetta eiginlega verið. Ég hef ekki verið með þessa skýru sýn að ég hafi rétt fyrir mér og þið þurfa að elta mig að því að ég hef rétt fyrir mér. Í þessum stórum málum. Þeir hafa brennt sig á þessu kallandi sem nefndir hann áðan að ég held ég að bæði heyrt KK og Bjartmar segja það svona þegar maður spurði hvort það vilja koma og spila eitthvað góða málstað og þá er þetta á vegum einhvers stjórnmálflokks þá var það bara no að þeir hafa brennt sig á því og ætla aldrei að gera það en þeir til að styðja allan góða málstað en ekki flokkapólitík. Nei, líklega út af þessu þar sem að þú ert alltaf stimplaður sem samfélkingarmaður og sjálfstæðismaður sömu vikuna. Já, og það, maður lendir í það, ég man ekki það var einmitt, ég var með eitthvað svona stuðningsyfirlýsingu fyrir Óta Proppi, hann var í framboði fyrir vestan einhvern veginn, ég held það. Og svo man það voru kosningar og eitthvað, ég fylgist hrikalega illa með þessu og ég er að spila ykkur staðar og þá var einmitt ykkur sem að vildi rosalega mikið ræða þetta hvað var mikið ábyrgðarleysi að ég sem rödd var að styðja eitthvað grín framboð hvort ég ætla aldrei að þroskast og taka þátt í einu alvöru samtali sem þjóðin verður að fara í og vinna gegn þessum öflum hversum öflum voru í haustum á honum og ég mani mitt að þá hugsaði ég saman aldrei nenni þessi samtali ekki að því að hluta því sem að fólk segir satt og ég man líka, ég setti einu svona á Facebook fyrir 12-13 árum, þá setti ég inn svona kort af Gaza sem sýnir þróun Gaza eitthvað og Ísraelsríki hvernig það hefur hoppað gegnum árin hvernig þeir eru alltaf ná sér í meira lífsrými Ísraelsmenn og höggva á svæði sem Palestína einmitt, sem er alltaf bara algjör viðbjóður en ég setti það inn ég man ekki skrifa eitthvað smá með og ég var held ég í svona 2-3 daga og gerði ekki annað en að svara fólki þarna á hvort það er að styðja Hamas bara ég var svolítið að spila í útlöndum á þeim tíma en svona eftir ekki getur alveg vel verið að það hafi bara verið einhver ríkistarsmenn hjá Ísrael að tækla hugsa sér en ég skil ekki af hverju þetta hafa áhuga á einhverjum sveitarlubba frá Ísafirði en allan ég hugsaði þá líka ég var val það litla gagn eða eiginlega gagnsleysi að henda ykkur svona mynd á Facebook og reyna að vekja athygli á okkur fyrir ykkur örfáa hræður upp í raskati sem að sjá þetta á Facebook en ég er alltaf komin í 3 daga vinnu og líka svona hræringar þetta er hrærir, ég veit ekki hvort að þú lendir í svona en þú veist það er eitthvað þú fær svona mótlæti og þér eins og þarna fannst mér og finnst stend ég með fólki á Gaza og þá þarf maður að svara hverjum einasta manni sem að sendi manni raunverulega þarftu þess ekki, ég fekk gott ráð frá Jónasi Kristjánssyni ritstjóra hann sagði þú ert aldrei að svara neinu nema hafi við eitthvað að bæta þannig þú ætti bara að nota svarið ef þú þarft að segja eitthvað til viðbótar en þú skuldar einhverjum svar Já, en þá er maður ekki að taka þátt í einhverju samtali
Já, það var þá var maður bara að halda áfram að þú veist, ég prumpa og þú prumpar en það var engin einhvern veginn. Það var líka það var mynd með viðtali við bókútgefanda og það sást á myndinni, það var með svona möppur fyrir aftar sig. Já. Og einni möppunni stóð erindi sem hefur verið svarað, til dæmis með því að svara þeim ekki. Já, maður má örgulega læra þessu. Já. En allan En þetta stuðar þig og truflar þig og það náttúrulega þegar maður fær svona óvild yfir sig og þú spyrir hvort að ég verði svona því að ég tekið þátt í þessu addi sko í maður veit hvað, 40 ár. Já. En þá maður verður aldrei frjáls frá þessu. Nei. Og ég lærði það svona eitt sem ég sé alltaf fyrir mig mynd þegar ég var ungu maður, kannski bara 21-22 ára, það var svona hálf valhoppandi niður bankastrætið og bara deyja úr bara gleði eins unga manns yfir lífinu og nýbúin að opna alls konar hlið og möguleika og bara í honeymooni með lífinu. Já. Þá mæti ég Róna sem var í bænum alltaf í svona grænu frakka, svona höfustór og lágvaxinn. Hét Kristján Arason og hann kynnti sig þannig sko, Kristján Arason, ekki handboltamaðurinn. Mjög stóra fætur og hann labbaði alltaf upp og niður Laugaveginn. Og þegar ég labba fram í honum þá segir einhvern anskotans fíblalæti þetta. Og ég, ungi maður, missi bara svona flugi og það ekki fyrir ég komi svona yfir Lækjartorgið að ég fatt allt í einu sko býtu, raunverulega kemur þetta mér ekkert við sko. En svona óvild sem maður fær á sig eða eitthvað svona pot og svona ég held að það sé ekki einu sinni eftir svona verða algjörlega brynjað fyrir því sko. Nei. Því þá maður náttúrulega bara orðin þá maður bara orðin að brynjunni sko. Einmitt. Því að við erum svona hópdýr og við býðum best í bara við varðöldin og þess að einhver svona maður eins og þú fengið til þess að taka upp kassagítarinn. Einmitt. Og svo borðum við kannski eitthvað góða mat og segjum einhverja góða sögur og Martin Luther gamli hann sagði að djöfullinn kennst ekki að manni sem er með góðan mat í maganum, gott vín í glasi held ég hann hefði sagt og góða sögu á vörunum. Djöfullinn kemst ekki að honum sko. Nei. Af því að þá ertu í svona hópi og... Einmitt. Já. En að einhver leiti ég að tala svolítið þennan heim sem að því að mér finnst þú ósar hann svolítið af þér þessum svona mikilvægi þess og þessum þetta spila líklega í hljómskalanum í þessari nálægð og... Já, einmitt. Eitthvað svolítið. En svo höfum við líka talað sko samfélagi sem við byggjum ofan á og á hverju við náum ekki að láta sko góða hjartalag sem að við upplifum hjá fólki. Einmitt. Það var svona áhrif á svona formið í samfélaginu. Já. Já, einmitt, já. Þú varst að spyrja hvort ég hefði svona skoðanir eins og Bubbi og Káka kannski ykkur tíman. En ég finn mig ekki í þeim skoðunum. Allan ekki að setja mínar skoðanir fram að því að ég bakk út. En Bubbi hefur haft áhrif, aldrei fór í suður náttúrulega orðvar tilfinningu mjög margra. Einmitt. Og teiknar upp samfélagsástand. Já. Strákarnir á borginni var eiginlega fyrsta skipti sem að er sungið sko hommanna og svona hópiskátt. Og það eru fleiri dæmi í honum þar sem hann eiginlega svona potar í eitthvað sem að vara þarna. Algjör snillingur í þessu. Já, hann er svona eins og röddin eða svona listamenn sem eru þannig. Já. Það er bara eitthvað sem er í loftinu að detti út munnunum á þeim. Það er eins og tíðarandinn fari alltaf í gegnum hann. Já. Alveg sama hvenær það er á hans ferli. Já, er hann ekki að koma inn á áttræðisaldur? Ég held að það sé 70, er ekki 70? Er á verða 70? Á næsta ári. Ha, á 56? Já. Já, 7. Já, verður eitthvað rosalegt næsta sumar. Já, hann er dæmi listamann sem að þú getur farið yfir allan ferilinn og hann umbreytist og hann er náttúrulega aldrei, hann er ekki alltaf með logan jafn stóran, hann er svona sveiflast. En hann er heitur maður og hann er lifandi maður, það er alveg augljóst. Ég þekki hann ekki, ég hitt hann, en ég veit ekki alveg hvaðan það kemur hjá honum. Nei. Og eins og náttúrulega Björk hefur tekið afstöðu með náttúrunni. Já. Og ykkur í pólitík og eins Sigurrós að ykkur leiti með að standa vörðum að selja ekki, taka ákvörðun eins og að selja ekki í auglýsingar í ákveðin fyrirtæki og eitthvað svona
og svo aðra hljónstir og tónlistamenn sem gerir þetta ekki. Ég held ég sé svona mitt á milli að það. Þú veist, ég hef sagt nei mitt við einhverju svona sem að too much eitthvað. Sem að ég hef ekki samsvara mig við. Og mikið sellátt. Já, eða bara ekki átti erindi einhvern veginn til mín. En svo hef ég líka einmitt selt samt, þú veist, ég gerði alveg eina auglýsingu einu sinni fyrir banka, en svo sagði ég líka nei við annan banka. Bara eftir hvernig hittist á þig. Já, einn daginn var ég prinsessmaður og hinn ekki. Já. Það því ég misti þetta orð hérna út sellátt, ég veit ekki að það ákveði við þig, en mér finnst eins og að því að við erum að tala um svona eldri menn hérna, Bubbi og KK og Maggi Eiríks, þetta eru menn sem eru eiginlega mótaðir af hippárunum, sko. Það sem var svona önnur hugmynd listina og svona counter culture var alveg rosalega sterk hugmynd að við værum eiginlega bara að búa til bara nýja lífsýn, ný hlutur kynjana. Við ætlum að bara búa til nýja veröld sem að myndi bara taka yfir. Og listin var svolítið sterk þar og mikið af músíkinni sem þú ert að vera að hlusta á og þetta er náttúrulega kynslóðin sem að uppkvötaði eða kom blúsurunum yfir í hinn hvíta heim. Já. En ég hef svolítið veltið fyrir mig núna þessi svona counter culture sem hann er ekki eins sterkur núna. Mér finnst þess að allir séu bara að reyna bara meikað einhvern veginn, sko, slá í gegn fjárhagslega og... Já, ég veit það ekki. Það er samt, þú veist, meginstraumurinn er kannski gefur út meginstraums hugmyndir. En það er samt kraumandi á kantinum samt, ekkert einhver smástyrni sem eru með alls konar þú veist, svona sjónamið, þú veist, hvað sem er pólitísk eða þú veist, það er náttúrulega allt pólitísk, þú veist, til baráttu kynjana eða hungursneyð eða mengun eða öll þessi topika, þá eru stór nöfn sem að gefa sig alla í þessa baráttu. En ég er kannski líka bara að tala um svona eins og að einu sinni voru svona leikfélög að setja upp í einhverjum skemmum og það voru miklu fleiri svona smærri svið og listamanna rekin rými. Það er svona einhverju tilfinning sem ég hef fyrir því að það sé alltaf verða svolítið meira svona kommersial hjá okkur. Að það er bara sé haldið fyrir utan að ég veit það ekki. Ég veit það ekki. Ég fæ oft svona heimsenda tilfinningu við allt sem þetta við fjandars. Já, það er einhver vestfirðingur í þér. Nei, ég veit það ekki. Svo breytist þetta allt náttúrulega. Ég meina, allan í kringum mér finnst, þú veist, náttúrulega bræðslan fyrir austan núna í dag. Og þú veist, það er svona sjálfsprottið punk í rauninni. 2 bræður að taka yfir skemmu. Og svo, ég meina, hérna í bænum var að byrja hátíð sem heitir The State of the Art, sem er svolítið skemmtilegt nafn. Og þetta eru ungi menn, kringum 30, sem er að gera alls konar, voru með píanótónleika á bifvélaverkstæði í fyrra. Og og svona greinilega að fara óhefðbundnari leiðir að flutningi og svona músík. Listin kafnar náttúrulega ekki. Nei, en þú veist, svona er náttúrulega svolítið í aðri, þannig að kannski venjulegt fólk sér það ekki. En þetta er náttúrulega næring fyrir þá sem njóta. Þú varst að spila í gær í Hljómskálanum, nýhlutur í bæinn. Já. Fyrir örfáræður. Og ertu þá að fara svona yfir, ertu að spila 90% það sem að fólk þekkir? Já, það er eitt nýtt lag á hverju kvöldi. Ég ramma þetta inn þannig að ég kalla þetta sko Mjúkisson tónleikar. En ég er í mýkri kantinum. Og þannig að það er svona smá fókus á svona ástatengdlög allavega. Og sögurnar
hafa allar sem koma stundum á milli laga hafa einhverja svona skírskotun í rómantík. Þína? Yfirleitt mína, já. Það þannig. Eða vangetu mína. Herðu, má ég biðja þig að enda þetta á því að spila eitt af nýju lögunum ástina? Já. Ha? Já. Þú mátt segja nei, sko. Ég segi stundum að þegar ég að spyrja fólk, sko, að ég gæti ekki spurt alla hvað sem nema að ég þóla að fá nei. Já, ég veit. Það er bara gaman að fá að spila fyrir þig. Ég ætla að ná hvað hvort ég sé með textan. Ég er með hérna. Þetta tattoo það er svolítið gamaldags. Já, þetta var, við fórum hringinn í kringum landið, ruglaði þetta kameran og Nei. Ég fór hringinn í kringum landið á Húna fyrir 2013 og spiluðu við á bryggjum eða á bátnum og fólk voru á bryggjónum og við vorum í 3 vikur í skítaveðri en draumurinn var náttúrulega að vera í gott veður allan tíman og sá sem að raka þetta batteri, Jón Þór, hann vélaði tattoo á okkur í einni höfninni. Já, það er akkerið. Mér finnst oft eins og ég þurfa að stækka það. Já. Eða gera bát eitthvað, þetta er eitthvað svo eitt mér finnst þetta er ekki tilbúið. Þyrfti einhvern veginn að setja eitthvað bát mamma, en þetta ekki lögbundið logo eiginlega Gylfa Egirssonar svona talandi menn með kassagítar? Já, guðblessi minningu Gylfa. Sem að fjall frá bara fyrir stöðu. Já. Það er nú ótrúlegt talandi svona hæfileika og hvað auðveldlega rennur upp úr fólki. Ég held að flestir haldið að hann hefur bara gubbað þessum lögum út úr sér. Já. Og hann líka talaði þannig, sko. Hann var kannski bara einn af þeim. Þannig að það er samið eitt lag í listigarðinum á Akureyri og meðan að lögga var að bíða eftir því að taka hann. Já. Hann var ótrúlegur. Ég man eftir í Breiðholtinu að hringdi hann einu sinni heim. Ég var úlingur og var að leita pabba og hann var að selja sjómönnum myndir. Já. Teknar í svona hring, í svona ankeri. Og hann verður missir á hann og fullt af góðum lögum og geggju týpa svona útlægi. Já, það verður settur upp söngleikur hann ekkert í vonandi ekki vonandi eitthvað gott þá. Herðu, en við ætlum að enda þetta núna með nýju lagi frá Múkisson ástina. Ég þakka ykkur fyrir að hafa hlustað og minn ykkur á að það eru þið sem haldið upp í samstöðunni. Þið getið sagt vinum og vandamennum frá efni sem ykkur líkar, eða ykkur líkar þetta viðtala, þá getið sagt frá því og þá finnur fólkið efni okkar og þannig byggist við dreifikerfi og svo getið gert áskrifundur eða viljið drífið áfram. En við skulum gefa Múkisson orðið. Skemmtilega falskur, ég held að sé fullkomin. Mig vantar stuðning og mig vantar styrk að þrotum kominn hver hugsun myrk finna ljós í fjarska sem vísar leið mitt brotna hjarta kominn í neyð á botninum einhvers konar brú sem ber mig átt kærleik, von og trú. Eymd og eyðilegging þarf hjartað alltaf að þjást svo ég endurfæðist til lífsins í ást, til lífsins í ást, til lífsins í ást, til lífsins í ást. Vetrarnóttin mitt eina
finna skjól en ljúfsára tálsýn að tunglið sé sól mun ég heyra bergmál svo innblásin ljóð sem hvísl í mig neista eins og súrefni á glóð á botninum einhvers konar brú sem ber mig átt að kærleik von og trú eymd og eyðilegging þarf hjartað alltaf að þjást svo ég endurfæðist til lífsins í ást til lífsins í ást til lífsins í ást til lífsins í ást Fyndi hvað maður svitnar að maður spila